Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Mikill meistari sestur hér hjá mér Davíð Snorri Jónasson. Hann aðstoðarþjálfari A-landsliðs karla í fótbolta en í gegnum tíðina hefur hann nú þjálfað að ég held öll yngri landslið. U16, 17, 19 og nú síðast U21. Já, hann kinka kolli, þetta rétt hjá mér. Hann með KSI prógráðu sem gerir honum kleift að þjálfa einmitt á efsta stigi. Hann kemur úr Leikni, þar sem hann lék með yngri flokkum og hefur einnig þjálfað Leikni. En ég fékk í ganni gervigreindina til þess að segja mér hans frá Davíði. Og þá kemur. Davíð einn af viðurkenndum knattspyrnuþjálfurum og líflegur sérfræðingur í íslenska fótboltanum. Hann þekktur fyrir sínar skýringar, ástríðu fyrir fótbolta og þær byggjast á dýpri skilning á leiknum. Þegar við tölum taktík, þróun leikmanna eða núverandi stöðu íslenska landsliðsins, þá Davíð maðurinn sem við viljum laða fram bestu upplýsingarnar úr. Engin pressa? Engin pressa, sko. Og hérna, já, þannig að sjálfsögur við spennt að heyra hvað hann ætlar að segja, en ég vil endilega hvetja ykkur til þess að skelli follow á Spotify eða Apple Podcast á klefan, svo við missið ekki af þætti, eða kíkja á Instagramið. Ok, ég alveg að fara að hleypa þér að, ég ætla að taka stutt auglýsingar, ég ætla að koma því að og ég setja með fótbolta svona bragði. En já, klefin styrtur af nokkrum ómissandi samstarfsaðilum. Lengjan, þín áreiðanlega uppspretta fyrir fótbolta veðmál, gerðu leikinn enn meira spennandi en hluti ágáðans rennur einmitt aftur í íslenskt íþróttastarf. Hafið fiskverslun, komdu í hlaðvarspartí með ferskasta fiskin í bænum. Þetta er gervigreindin, sko. Hafið þar sem ferskleikin ræður ríkjum. Hafið með 2 verslanir í Spönginni og Hlíðarsmára Kópavogi. Nutrileng haltir liðunum þínum í formi með bestu bætiefnunum hvort sem úrt á vellinum eða í stúkunni. Auður fjárfesti í framtíðinni eins og atvinnumæður. Auður leiði þig skref fyrir skref, kíktu á auður.is og byrja að spara strax í dag. Og þá það Powerade, haltu orkun uppi með Powerade hvort sem þú ert að æfa, spila eða bara njóta góðalegsins. Og nú fyrir við bráðum að sjá sporttappana aftur í búðum. En já, velkomin Davíð. Takk fyrir að bjóða mér. Þetta var svona smá monolog. Segðu mér, hefur fótbolti bara alltaf átt hugðin? Já, eiginlega. Hann hefur alltaf átt hugminn og byrja bara að stemma og fara út á Breiðholt svo skemmtilega uppbyggt. Það svo auðvöldur aðgangur að fótboltavöllum og öðru og leiknisvöllum í miðju hverfinu og einhvern veginn hópaðist bara allir þangað og eiginlega frá því að 5 ára bara út á leiknisvöllin náðast. Ok, og þú spilaðir upp yngri flokka og þú átt einhverja U21 landsleiki, sá ég það ekki? Nei, það var örugglega gaman að geta sagt frá því, ég á það ekki. Mér fannst þess að stóð einn einhvers staðar. Nei, það því miður. Varstu góður í fótbolta? Ég var ágætur, sko. Ég var ágætur bara á þeim stað sem ég var, sko. Í Leikni á þeim tíma, sko. En vandamáli mitt var bara, þeir fengu mig til að aðstofa við að þjálfa mjög ungur. Já. Það bara kveiknaði eitthvað ljós hjá mér. Það var bara svona mikil ástríða sem var þarna og þegar ég í öðrum flokki ég komin með 3 flokk upp í hendurnar, komin í háskóla og alltaf að vera í meistarlóksliði líka ef gengur ekki upp og ég hugsaði alltaf með mér og það var rétt ákvörðun að ég myndi alltaf ná lengra sem þjálfari heldur en leikmaður, þannig að ég tek bara ákvörðun að einbeita mér í því. Já, ok, og svo tókstu við Leikni, hvað þú og Freyr? Já, við tókum saman við Leikni, það var búið að vera svona mikil tilfinningarúsibann í Leikni. Þjálfara kom inn út, Sigursteinn Gíslason gerði mjög góð hluti og veiktist og svo kom þjálfara eftir honum og síðan Leiknir að ráða og vilja fara aftur í eitthvað skona grunn og ráða heimamenn og vilja við tökum þetta saman og ég og Freysi komast að hankomlega það hvernig ætlum að gera þetta og það var stórkostlegur tími, náðum að byggja upp mjög skemmtilegt lið. Þetta var mjög gaman að fylgjast með. Já, við ætlum, og það var bara mentality, við vorum bara að fara að sigra íslenska fótbolta, sko. Við ætlum að láta vita hverju við vorum og þú veist, og aðalega að koma Leikni á kortið og við vissum það líka að við vorum ekki að taka við ykkur rusli, sko. Það var þannig að búa að sterkur grunnur, stráka mikla reynslu þótt þeir voru ungir, uppaldir heimamenn og voru næstu búin að fara upp og næstu búin að fara niður, þannig að það var mikil reynsla í hópnum og við settum bara markmiðið að við ætlum að fara upp, gerum það á öðru ári og fórum í úrstildina og þetta var mjög skemmtilegur tími sem bara í minningunni að allir stuðningsmennir og umfjöllunin liðið og bara eitthvað sem ég held að allir sem tóku þátt í þessu verkefni var alltaf mjög stoltir af. Hvað áru var þetta? Við tökum við í haustið 2012, við förum upp 2014, erum í úrvarsdeild 2015.
Já. Ég man Og hættu svo eitthvað með- vel eftir þessu nefnilega. Já, ég held að það gerir það nú mjög margir sko. Já. Það var náttúrulega stuðnismennir okkar vöktu alveg gríðalega athygli, margir Já. leikmenn líka og svona vorum lið sem svona við sýndum mikið hjarta Þú veist, og það var gaman hjá okkur. Það var óbúslega gaman Já. svona, en menn eru keppnismenn og það, þú veist, í úrstildinni þá fórum við að tapa dálítið að leikjum og það tók líka á og stundum alveg mistum menn hausinn og svona sko en hérna við höfum óbúslega gaman á þessu og mikið af fólki sem einhver megin kostum voru sjálfboðalegar, stuðnismenn og svo leikmennir og allt í kringum en það leiknir er mjög lítið félag og það er öðruvísi félag og það er hérna ég hef alltaf sagt það sko, ég myndi alltaf mæla með það fyrir alla unga þjálfara og annað að fara upp í leikna þjálfa því að þú fær svo mikla ábyrgð snemma þú bara, ef þú ert duglegur, þú bara, heyr ok þú hefur allavega duglegur farið inn og sýndu hvað þú getur annars bara stendstu þið ekki og í mjög mörgum tilfellum hjá okkur hefur þetta gengið bara frábælega og oft gengið bara best hjá leikni þegar ungt fólk fær bara sénsinn til að taka hans á því sko og bara frábært félag og bara mjög þakklátur að hafa alls þar upp og þessi tími mitt bæði yngri flokka tíminn, allt fólki sem að kynntist allir strákarnir þjálfa einhverjum stráka þar sem ég kynntist þetta var bara í heildina frábært tími ég menna ég þjálfaði leikni í 15 ára eða eitthvað þannig að þú veist ég man eftir, ég kom á einhverja æfingar hjá okkur þú komst að kenna þeim að hlaupa já, ég man eftir því, en bara út af þú sagðir að kviknaðir á perinu að ég ætlaði aldrei að vera þjálfari en ég fæ símtala að frá einhverjum pappa og hann bara sonur minn ætlar að vera atvinnumar í fótbolta en hann vantar hraða ertu til að hjálpa hann og það var Gylfi Sigurðsson og ég man sko að ég hitti hann og fann svona metnaðin hjá honum sko að því mér varst þetta náttúrulega bara mjög skrítið sko og þarna kviknaði hjá mér sko líka og ég man reynda líka, ég fór heim til pappa og var bara eitthvað, herri þessi 14 ára gæi, hann verður atvinnumar ég bara, það er eitthvað við hann sko, þú veist þannig að ég var alveg svona en já, ég er ennþá að gera þetta. Ég held að með þess að lýsa þarna þegar þú hittir Gylfa sko, ég held að þetta hefur verið svona mjög svona sterkt í þessu leiknis ævintýri sem við tókum þátt í var hversu bara svona skemmtilegt og sterkt hugafarið og orkan sem við gáum frá okkur var og og er algjörð líkilatri í íþróttum. Já, þið Freyr eru líka örugglega svolítið skemmtilegt svona teymi. Já, það var alltaf mjög gaman í vinnu hjá okkur. Svo vorum við með svona mjög góða vinn okkar með okkur, hann Val Gunnarsson, hann var líka markmannsþjálfari og þetta var bara skemmtilegt okkur með einstu degi að mæti vinna og vinna sko. En þessi KSI prógráða, er þetta ekki bara Júfa gráða? Jú, það eru svona held ég að sé að lýsa rétt það er UEFA B, KSI B sem er svona kannski fyrsta stíði sem þú fær eitthvað svona stimpil síðan er það KSI A sem var lengi vel hæsta gráðan hér á landi og íslenski þjálfarar þurfti að fara erlendis til að mennta sig til að taka UEFA Pro, af því UEFA Pro gefur það að geta til minnst þjálfa landslið og á svona hæsta leveli síðan núna, 2019 held ég við höfum fengið, það voru það margir þjálfarar sem voru búin að fara erlendis og annað að þá var eiginlega orðið markaður fyrir það að gera okkar eigin prógráðu og Júfa náttúrulega við gerum hann ekki á einstæmi, Júfa stýrir okkur í því og ég var í fyrsta frábær hópur að sem tók Júfa Pro heima og útskrifuðumst, vorum í þessu COVID þetta er þetta er æðsta gráðan sem gefur leyfi til að þjálfa öllum stígum. Er þetta erfitt? Já, þetta er vinna sko þetta er vinna, en að samskap ertu bara að hugsa stjórnun og þjálfun og fjölmiðla og svona aðeins annað vinkill á prógráðinu heldur en kannski á hinum gráðunum, þú komið svona aðeins meira út fyrir bara pjúra fótbolta og það er alveg mjög skemmtilegt en það er samt á öllum þjálfarnámskeiðum mjög mikið atriði og ég var heppinn með það í þessum hóp, það var mjög sterkur hópur og hópurinn gerir þetta aldrei námskeið hverju sinni. Já, okay. Það allir að vera lokaðir eða allir að gefa af okkur það var í manna, það var talað það mjög bara á fyrstu dögunum á námskeiðinu bara horfum við bara á hópinina við verðum bara að passa það að hér verið gefið af sér og hér getum við hjálpa hver öðrum að vera betri og gera námskeiði betra og það sannarlega gekk því að þetta var mjög skemmtilegt og þetta var vinna sko þannig að bara mjög stoltur að hafa að klára þetta. Var eitthvað sem kom mér svona óvart í þessu stigum? Já. Nei, svo sem ekkert sem komur á óvart ég náttúrulega gerði það svo sem þannig ég tók Júfa B mjög ungur beið svo í ykkur 6-7 ár jafnvel meira að fara inn á næsta stig mér langaði bara að fara að þjálfa að því að mér þótti mikilvægt að vera ekki bara að klífa stigan 18-19 ára heldur bara að fara eins út, þjálfa vera á gólfinu, upplefa fullt af hlutum þannig að þegar við förum inn á Júfa A
að hafa frá okkur að segja, að geta gefið eitthvað að mér, að hafa eitthvað reynslu í farteskinu fannst mér mikilvægt, þannig að ég svona, stundum er fólk að drífa sig í gegnum þetta, ég skilða einhver leiti að þú ert að ná þér réttindi, þá kannski fólk sem búið lengi í fótbolta, en þeir sem eru yngri ekki vanmeta það að vera út að vella að þjálfa. Fá reynsluna. Já, það bara sama og ég var í, kennaraháskóla, ég útskrifaður kennari, að bara þjálfunni hjálpaði mér miklu meira þar heldur en kannski námið sjálft, að bara hafa staðið svona mikið fyrir svona hóp og svona þurft að díla við alls konar hluti, sko. Elisabeth Gunnars, hún kom til mín og hún mitt svona basically sagði það sama, því hún var alveg ekki flýt ykkur, þið þurfið að hafa reynslu og hvort hún sagði að hún hefði verið eitthvað að flýta sig með eitthvað hún sá eftir því eða eitthvað svona, þannig að svona njóta. Ja, þú verður að gera það og ég held að ef þú myndir fara yfir alla þjálfara sem á þjálfa þig og alla sem ég hef komist tengslu, það eitthvað með þessi eiginleiki að geta verið leiðtogi, að vera öruggur með svona leiðtoghlutverki og það held ég að skipti og ég segi að alla sem ég með í þjálfaraskóla og það er fyrsta sem ég hnýti að því heldur fólk að það snúist sko X og O hlaupandi hægri og vinstri og eitthvað svo leiðis og það gerir það sjálfsögðu, þú verður á þekking og leiknum en það að koma þekkunni frá sér og svona fá fólk til að vinna saman held ég að sé svona það bara stæðsta í því að leiða einhvern hóp, hvort það að leiða fyrirtæki stjórnmálaflokk eða hvað það skilur eða fótboltalið, handboltalið, það skiptir einhver máli bara að það eitthvað sem stjórnar og hann verður að hafa leiðtogahæfileika og hann verður að þora að leiða fólk að njóta sín og þora að díla við einstaklinga og vera með eitthvað svona hugmyndafræði og vision hvert erum að fara sko. Já, standa svolítið með sjálfur sér reglulega líka 100%. Herði, en svona ástæðan fyrir að mér langaði alveg sérstaklega fá þig að nýlega þá bauð KSÍ aðaldafélögum ISI að koma í heimsókn og ég bauð mér á þennan fundlinga ekki í neinu aðaldafélagi en og þú varst með svona glærir í raun og veru svona landsliðið og hvernig þið vinnið og það allt og mér fannst það mjög lærdómsríkt, mér fannst það mjög áhugavert og ég hugsaði, ég sem foreldri barns í knattspyrnu þá fyndist mér þetta áhugavert en ég hugsaði líka bara það eru íþróttafélag og sérsamband sem getur bara lært helling af ykkur þannig að ég fekk lærirnar hjá honum og mér langar listaspurningum. Já, bara ég er hér. Já, herði, en fyrsta þá kannski bara hvað hefur breyst á síðustu árum hjá KSÍ svona tengt landsliðum, einhver áherslur og svona? Sko, ég held að það sé ekki að það svara þessar spurningun að fara kannski aðeins vel aftur í tíman, sko. Okay. Og að því að ég held að það verði kaflaskil í svona KSÍ sögunni þegar Lars Lagerbäck kemur inn, sko. Ég hugsaði það. Já, ég held að það sé alveg á hreinu og hann með alla sína reynslu tekur umhverfið dálítið í gegn og það eru allir sem hafa tókuð þátt í því eru sammála það og það er bara tekin ákvörðun á stjórn sambandsins og það á ráða Lars og svona fara reyna að stíga næsta skrefi í því að taka landsliðið áfram og það er líka þannig að hann fær Heimi Hallgríms sem aðstofmann sem held ég að hafi örugglega verið, sko Lars er stór þáttur í Heimir örugglega svo stærsti því að hann var hér á gólfinu náttúrulega allan tíman Lars bjó erlendis og gerði stórkostlega hluti og þeir byrjuðu að vinna bara eftir ákveðin ramma og svona greinadaldi fyrir hvað ætlum að standa, hvernig við ætlum að spila úr varð bara mjög svona skýr rammi sem allir Íslendingar þekkja og náðu náttúrulega stórkostlegum árangri á sama tíma Freyr labbar hann inn 2013 minni mig með kvennalandslið hann og Heimir verða mjög gott teimi líka hann tekur þetta svona aðeins inn kvennamein og það sem gerir síðan í kjölfarið að 2016 frekar 17 þá fer KSÍ að ráða yngrilandsþjálfari fullt starf og þá fer svona kannski þekkingin að fara menn eru fannar að vinna meira saman á staðnum, þetta ekki ykkur aukavinna þar sem menn hoppa í og eru að vinna bara svona einhvern hjáverkum sko og kannski hver eftir sínum hugmyndum bara. Já, að þá er ekki að skakkarinn þá sem voru í þessu, það bara þannig var bara starfið sett upp og úr verður svona einhvers konar samfella og ég man þegar ég kem inn í KSÍ síðan 2018 þá alveg svona ákveðin lítill rammi sem við verðum að vinna eftir sem bara frá hugmyndafræði Lars og Heimis og ég geng bara inn í þá hugmyndafræði, tek það að mér, það er eitthvað sem við árangur með og stúdera það dálítið og eitthvað, ég hafði unnið með Frey líka en ég vissi svona hvað landslið voru að standa fyrir og bara úr varð, þannig ég og Þórður og Þorvaldur Örlygs, Láki og Jörundur Áki sem ég maður knattspyrnumál í dag, vorum hana
og úr var bara skemmtilegt teymi og þarna náttúrulega þú ert að byrja eitthvað nýtt, að vera með fólk í fullu starfi þá þarftu svona þess að fikra það áfram og fólk heldur oft að þú ert í fullu starfi við að þjálfa 17 landslið sko yngri landsþjálfarar KSÍ eru ekki í fullu starfi við að þjálfa 1 landslið, þeir eru í mörgum landsliðum og þegar ég lapp inn í KSÍ þá maður að skáta fyrir A-liðið, þú ert að þjálfa 16-17 landslið, þú ert að aðstoða Þorvald í 18-19 landsliðinu og þannig það er ekkert að benda á það að þú ert í fullu starfi við eitthvað eitt í dag er ég aðstofa landsliðsþjálfari, ég vinn líka í hlutum með yngri landsliðunum þannig að þegar kemur það að fara í ferðir og annað þá er þjálfarinn líka bara farastjóri sko. Hann sér fluginn og samskipti við hótel og allt svoleiðis þannig að það er bara við erum dálítið að fikra okkur bara áfram í þessu síðan kemur Arnar Viðarsson inn og verður okkar fyrsti fútboldarektor eða eiginmaður knattspyrnumála hann tekur þetta dálítið áfram í því kannski að svona, taka tækni og þessi svona kamerur og tæknina og færir okkur hans nær í því kannski nær Evrópu og því sem var verið að gerast þar hann alltaf búin að vera úti og kemur kannski með þá þekkingu inn og með mikið hugmyndum og gerði vel í þessu að svona taka hans utan með þetta og alltaf voru við með svona sterka hugmyndafræði í kringum svona kultúrun okkar og liðin okkar frá Heimi og Lars en Addi tekur þetta síðan aðeins áfram og að samanskap hann að byrja að fikra þessi áfram þannig er við nýbyrjar eitthvað minn í fullu starfi og hann að fikra þessi áfram þannig að þetta tekur tíma síðan tekur Jörundur Áki við núna og hann svona er búin að gera frábæra hluti því að tekur við góðum grunni öllum þessum grunni sem ég er búin að lýsa og tekur svona utanum þetta allt og fer svona að deila verkefnum þannig að við förum að setja þetta þar sem þú ert að vitna í aðeins niður og er búin að gera það stórkostlega að leiða það starf svona taka utan knattspyrnusviðið og nú höldum við áfram og gerum eitthvað við þessa þekkingu sem við höfum og reynum að koma inn þannig niður þannig að í dag eða þú lappar inn og ætlar að þjálfa yngri landslið á KSÍ þá er bara svona ákveðin rammi sem þú ert að fylgja þú ert ekki alveg neldu niður og þú er alltaf að gera nákvæmlega eftir bókinni en það er rammi og við viljum hafa samfell í starfinu okkar og þetta er búið að vera núna cirka 2 ár síðan við byrjum á þessu og ég á fengið til að leiða kannski þá vinnu og ég er bara mjög stoltur af því hvað við erum í dag við erum ekkert fullkomnir eða eitthvað svoleiðis en við erum bara mínum að þetta er komin ansi langt sko, við erum alveg á markmiðunum okkar en við getum alveg gert helling enn hvernig markmið setið ykkur? Það var bara hvað ætlum við að byrja þú getur farið svo vítt og þú ætlar að gera svo mikið og við vorum alveg þar til að byrja með en við byrjum bara hvað vitum við erum með mjög skýra hugmyndafræðum það hvernig við viljum spila og þá svona við þurfum að taka þetta svona að fá leikstílun okkar og að samanskapi svona hvernig við sjáum völlin, hvernig við ætlum að tala við leikmenn, svona tungumála okkar hvernig fundirnir eru, að það sé ekki bara þú er með fund og það er eitthvað í gangi svo ekki ég með eitthvað annan fund og það er allt annað í gangi við viljum hafa samfellu milli liðan okkar þannig við náum að búa til svona ramma utan það en inn í rammanum hefur alveg þjálfari að því að myndi ég segja nokkuð gott frjálsæði til að líka nýta styrkleikana sína við erum ólíka þjálfar og það finnst mér mikilvægt og við gerðum þetta sem mjög gott var við gerðum þetta í skrefum og settum okkar í vor ætla að vera klára með þetta í desember ætla að vera klára með þetta og það sem mér fannst gott var það og ég sá það aldrei á neitt annan hátt að ég fengið til að leiða þetta var líkilatri að fá A-landsliðin þannig var Jói Kalli aðstoði A-landsliðinu Steini með náttúrulega kvennalið ég tók þá með mér inn og tók síðan Þórald líka úr U15 landsliðinu og við vorum að vinna sem hópur og svo í hvers skipti sem okkur fannst við að koma með einhverja niðurstöðu þá tók ég alla þjálfarana inn og ræddi við þá þannig að allir rauninni sem vinna á KSÍ við þjálfun höfðu rödd í því hvað við vorum að gera það var aldrei þannig að ég fór til þín og sagði þú ert að gera þetta svona þannig að einhver meginn voru allir meðvitaðir hvað var í gangi og við reyndum bara og við erum ekkert að flýta okkur svo sem við erum bara að reyna að gera þetta eins vel og við getum þannig að við erum komin á það stað sem við erum og ég er mjög stoltur núna fyrir glugga núna síðast að bæði kalla á kvennaliðin að fara í glugga og ég var að skoða fundi og leiki og liðum og svo fundi hvernig maður var að gera upp leiki og mér finnst það góð samfélag því sem vorum að gera og þetta hefur skilað sig alveg að því að A-landslið var með þessu hefur alveg verið fín lína þarna á milli og það er góð tenging á milli liða í dag En þá svona, þú veist, ef ég kem inn í 17 ára landslið eitthvað, svo náttúrulega ég komin vaksin upp á því, kemur næsta, þú veist, þá kannski fæ ég ekki sjokk út af því það er bara, þú veist, þetta er bara svona áframhald. Já, við svona vinnum, við stimplum þetta þannig að hæfileikamótnir 1, svo kemur við 15, 16 og 17 sem er alveg 3 ár, eitthvað svoleiðis.
2-3 ára, það reynum að vera með svona nokkuð fastmóta prógram, hvað við erum að taka fyrir og æfingum og annað og svo byggt ofan á það, er svona ákveðin ringur sem við vinnum með og erum bara nýbúin að setja í gang og svona næsti vetur verður alveg interesting hvernig það mun virka, en svona einmitt að þú átt ekki að fá eitthvað sjokk, þú fær meira áreiti þegar þú verður eldri og þetta verður erfiðara og það á að vera þannig og bara eins og við tökum, þú veist, í 15 landsliðinu viljum við leifa með kynnastumkörinu, við viljum að læra en þá meira, bara að læra í 17 landsliðinu, í 19 landsliðinu viljum við fara að sjá allt sem við búin að læra undan, þá ertu að fara að framkvæma þetta. Svo viljum við bara sjá góða framistu í 21 og úrslit, þú veist, þannig horfum við alltaf á þetta, sko, og reynum að byggja þetta svona hægt og róla upp þannig. En hérna, þú sagðir hæfileikamótun, það 15 ára og yngri, eða ekki? Jú. En það, KSÍ ekki að velja fólk í það eða er það þjálfarar sem að senda eitthvað? Það bara samvinnuverkefni, og hérna, það samvinnuverkefni sem virka þannig að við erum með spurningalista til liðana og hann fylltur út og við mengið mjög stórt og það farið landið og hérna, og teknar æfingar og svona, þetta svona, hvernig segja, scouting project og hérna, síðan í næsta rándi þá eru okkar þjálfarar með meira með puttan í því hvað, þú veist, hver á að halda áfram. En það svona mjög algengur misskilningur þetta, þú kemst ekki úr fyrsta rándi að þá ertu bara útilokað, sko. En það náttúrulega alls ekki þannig, sko. Við búum að því og það náttúrulega mjög svona gott fyrir okkur, landið okkar ekki mjög stórt og hérna, og það er líka kostur og það erfitt fyrir okkur að vera að missa mikið af talentum og annað og þetta við reynum að fræða líka fólk þegar kemur í hæfileikamótinu, þú er búin að standa þig vel á þínu félagslið og þóttu komar hæfileikamótinu eða þú ert ekki valin í hæfileikamótinu eða landslið ekki valin í landslið, þá snýst þetta alltaf það að standa sig vel á sínu félagslið. Það, þú veist, gulrótin verður alltaf síðan landslið, þannig mun alltaf ykkur taka eftir þér og þannig myndu svona vekja áhuga þeirra sem eru í þínu klúbb, myndu vekja áhuga fólk sem eru að horfa á leikina eða hvernig sem það og það alltaf samtala milli klúbbana og þjálfaran okkar, þannig að og sjálfsögðu að klúbbara vera stoltir af sínum leikmönnum og ég myndi segja að samtalið mjög virt svona á milli hvað þetta varar. Algengt að einhverjir, örugglega ekki algengt, en einhverjir fari í A-landsliði eða U21 en hafa ekki verið yngri landsliði? Ég held að það sé alveg, það hefur alveg komið fyrir, sko. Ég held að það sé alveg hreinu, en við erum að sjá það núna undanfarið að það er bara nokkuð góð tölfræði hjá okkur núna, finnst mér. Ég var að taka A-landsliði bara saman og við erum að sjá þar leikmenn sem eru búin að skila sig inn í A-landsliði á síðustu árum og náttúrulega var kannski eitthvað ákveðt transition í A-landsliðinu að það yngdist mjög hratt á einhvern tímapunkti. En þar eru mjög margir leikmenn sem eru búin að taka, ég held ég að tala hátt í 20 leikmenn sem eru að koma bara úr yngri flokka starfinu, ef við lítum á það þannig, skila sig inn í A-landsliði og fara að spila hlutverk. Og þannig að svona búið að vera bara mjög gott svona, ég hef bara gengið vel undanfarið og ekki mikið verið að bera því að leikmenn sem eru að koma svona bakteríum inn, það verður ekki gert mikið, það hefur ekki verið mikið það, ef eitthvað. Það alveg til dæmi það og það kannski það sé sanna regluna. Einmitt. En fá þjálfararnir fræðslu svona hvað þeirra leikmenn ætti að kunna eða hvað þú veist, hvað þið viljið að leikmenn kunni þegar komið til ykkar? Þjálfararnir okkar? Nei, bara í félögunum. Já, sko, við höfum alltaf lagt upp á því að vera mjög aðgengilegir og í hvert skiptist það er mikið samtala milli þjálfaran okkar og þjálfaran okkar og svo þjálfarana í félögunum. Það sem hver leikmaður oft bara ræddur, hverju erum að leita. Og nú erum við konið með ákveðin grunn líka að því svona hverju erum við að leita frá Hafsend. Það er svona ákveðin grunnatriði sem við viljum fá frá hverju leikstöðu. En svo alltaf einhver einstaklingum með einhver að það eitthvað sem gerir hann betri en einhvern annan. Það líka virða það. Þannig það ekki bara, það bara þessi rammi og við förum ekkert út frá hann. Jú, það eitthvað base sem við viljum að sé í lagi. Síðan ertum við alltaf með eitthvað, það eitthvað krydd sem gerir þig aðeins betri en einhvern annan, sko. Það bara þannig og við þurfum að virða það og að finna það út og gefa því líka séns. Þannig að við eigum það til og við ræðum það mjög mikið við bara klúbbana þegar við erum að ræða þessa topp talenta, sko. Hvað það er sem við sjáum sem gott, hvað það er sem við getum bætt. Sumir eru sammála, ekki sammála, en það líka bara þannig að ofta það aðeins öðruvísi að spila í félagslið heldur en landslið, þannig það oft kröfunar aðeins öðruvísi og þá bara mjög mikilvægt fyrir leikmenn að vera mjög opnir og að geta aðlast og það eitt sem við horfum bara mjög mikið í að leikmenn sem tilbúin í aðlast, þú kemur okkur félagslið, þú kemur okkur menningu, svo ertu að koma í aðra menningu og þú verður að aðlast með hratt. Það bara mjög mikilvægt atriði að því að svo ef þessi leikmaður kannski seldur erlendis eða eitthvað, þá ykkur allt önnur menning. Þá hjálpa til að vera
dálítið svona flexible í því sem þú gera og geta svona verið einbeittur á það að núna ég í þessu verkefni og ég ætla að reyna að aðlagast í og gera eins vel og ég get. Þannig að En þessi leikmenn sem að, þú veist, það er bara allir að vera atvinnumenn og það er bara frábært, gott að blessað og bara fólk leggur það á sig. Þú veist, þú ert komin í einhvern hóp og svo er verið að velja loka hópin sem fer erlendis og eitthvað og þú ert ekki valin eitthvað. Er eitthvað svona, þú veist, fá þessi leikmenn sem að sitja heima, fá þau eitthvað svona, heyrðu, þú veist, þetta þarf þú að bæta eða þetta er ástæðan eða... Já, við erum bara nokkuð svona, þú veist, við tökum hóp og það er kannski 17 landslið, ég tek bara sjálf á mig sem dæmi þegar ég var með 17 landslið, það eru kannski ykkur 50 leikmenn sem fara í gegnum veturinn. Já, svona sem er mismunandi Já, þú veist, þegar horftir yfir árið þegar búið að spila ykkur leiki og þú veist, þá erum við að tala um það að það eru ykkur 50 leikmenn sem komast kannski sögu á æfingum, það er farið í ykkur 5 mót kannski, þú veist, ef við tek þetta landslið sem dæmi og það eru yfir 30 leikmenn sem fara á völlinn. Það er dálítið þannig að það er kannski 24 mann hópur, 26 mann hópur og svo er valinn 20 mann hópur upp á því. Að þá eru þjálfararnir okkar duglegir við það að svona áður en kannski hópurinn tilkynntur að ræða eins málin við viðkomandi þjálfara. Þannig að hann geti átt samtali leikmannin og svona, þú veist, þá er aðeins verið að ræða stöðu leikmannsins. Þannig að því að það oft er að þannig að það er einhver leikmann sem dettur út og það er oft sjokk fyrir leikmannin og foreldrana og allt þetta og bara eðlilegt, menn fólk átti ekki að vænta börnin sín og vilja því allt hið besta. En það getur bara verið mikið sjokk fyrir þjálfaran eða félögin líka. Þannig að oft, og er ágætis regla í allir þjálfun að reyna að vera dálítið svona, hvað maður segja, forvirkur í því að undirbúa aðeins aðstæðunar í staðinn fyrir að taka þeim eftir á. Og að það að þú sitt ekki valin í landslið á einhverjum tímapunkti þýðir ekki það að, sérstaklega við erum að tala um yngstu, það er engin döðdómur sko. Það er bara valin landslið á einhverjum tímapunkti, það breytist svo rosalega mikið á þessum árum. Og ég sé það bara þegar ég var að þjálfa 20 á einslandslandslið, breytingi frá því að spilum fyrsta leik þá til spilum kannski leikum 12 og það eru leikmenn sem eru orðnir fullorðnir er bara gríðalegur, þannig að þú getur rétt ímyndaðar á unglingastiginu líka sko. Þannig að það, já, ég myndi segja að væri bara nokkuð góð í því að að svona undirbúa aðstæðunar. Ég er nefnilega, út af því ég er að þjálfa hraðaþjálfun hjá mikið af leikmönnum og einhverjum hjá þér sko, eða hjá ykkur að ég er alveg að hugga sko. Þú veist, og það bara Silja, þú veist, hann segir ég þurfa að bæta hraða og ég bara, ok, let's do it bara förum í þetta. En það er náttúrulega líka bara hluta af þessu lífi sko, það þurfa að gangi í gegnum eitthvað sem er erfitt sko. Klálega, mótar okkur öll. En hvernig foreldrapólitíkin? Eru þið laus við það, út af því þið farið í gegnum þjálfarana? Já, við reynum að hafa þetta mjög skýrt og reynum að hafa þetta mjög skýrt að við tölum við félögin og félögin halda áfram, félögin vinna með leikmönnum hvernig degi. Þannig að það eru svona boðleitar, sumir fara fram hjá þeim og náttúrulega þetta er lítið land og eitthvað þekkir eitthvað og það er kannski auðvöld boðleið inn í okkur og við erum mjög svona opin fyrir því að fá samtölu og annað. En við reynum samt ekki að fara í ykkur djúpar samræður við foreldra eða eitthvað svoleiðis, við bendum bara það að við eigum, það er bara leiðin sem við förum. Þetta er vinnureglur. Já, þetta er vinnureglur og þetta er ekki eitthvað sem og það er límitið að það er ekki ykkur eitt þjálfari sem fær að vera í ykkur dialóg við foreldra endalaust og svo er annar leikmaður sem neitar að tala við þú veist, annar þjálfari sem neitar að tala við foreldra. Þannig að vinnureglun er bara alveg skýr og fólk eru bara treyst okkur því við eigum bara mjög faglegt samtal við félögin. Félögin tala svo við foreldra. Það er bara þannig. Og oft kemur tilbaka eitthvað aftur spurningar frá foreldrum og það bara tökum við því en samtölin einstaka leikmenn þau eiga sér stað á milli félags og svo eru mismönduð félagum hver á að taka samtali, oft er það yfirþjálfari, stundum bara viðkomandi þjálfari, meistaraflokksþjálfari en við reynum að hafa vinnureglum mjög skýra með það að þetta snýst það að félagið og KSÍ tali saman og á hverjum degi getur svo félagið unni með leikmenn. Annars myndið þau kannski ekki koma neinn í verk bara. Það er svo eitt sko, við erum ekki látið að reyna á það sko. Nei, herðu, en í þessum fyrirlestri þá fórstu svolítið í tölfræði. Gerði ég það? Já, okay. Ertu ekki tölfræði kallega? Jú. Nei, það sem mér fannst gaman að heyra, því þú sagðir eitthvað svona, við teljum jákvæð samskipti og neikvæð samskipti og eitthvað svona. Já, Grímur sálfræðingur fór líka dálítið í það. Já. Að hann sem sagt var að tala það er oft, einn af okkar styrkleikum, við lítum bara á það þannig að við verðum ekki jafn stóra Frakkland og við munum ekki jafn mikið að leikmönnum á Frakkland en við þurfum að hafa ykkur kosti og við þurfum að vera svona dálítið mjög skýrum það fyrir hvað ætlum að standa og hver okkar styrkleiki er og það í hvert einasta skipti sem við förum inn á völlin, það er bara okkar hugafar saman hvað íþróttum það er
ég stend í göngunum og er að horfa á frakkan hinum en ég ætla að vinna þig sko, ég ætla að vera betur en þú og það gleymist oft sko, þótt séu lítið þjóð þá eru okkar 11 bestu leikmenn að fara að spila við 11 bestu leikmenn á Frakklandi. Þetta er ekki þjóðirnar að fara, þetta eru þjóðirnar vissulega en það eru 11 bestu á hvort sviði og þetta er bara bardagi sem við ætlum að klára. Og við erum nú sýnt það á stórmótum. Já, akkurat, og það er aldrei hugafæri sem við þurfum að imprenta í okkur alltaf, vera með sterkt hugafar og þegar þú kemur inn í, þú veist hvað er sterkt hugafar, þegar þú kemur inn í landsliðið að þú veist, við séum náum að búti svona virðingu innan hópsins hvað það var að þú Silja ert með einhvern hæfileika og ég með einhvern hæfileika og við þurfum einhvern veginn að koma með það inn í þetta partí sem landsliðið er. Já. Og ég þarf að virða það að þú ert eins og þú ert en að samanskapi er einhver rammi og við þurfum að virða það en að samanskapi vera svo inn í landsliðsrammanum, leggja örlítið egónum inn til hliðar og landsliðið nummer 1 núna. Það að vera með einhvern einstakling inn í íslenska landsliðinu það gengur bara ekki upp sko. Við erum með góða einstaklinga en þeir þurfa að spila sann lið og það er svona mantran sem við erum að reyna að tyggja inn frá fyrsta degi að við þurfum að spila sann lið og við viljum eiga góða leikmenn og við viljum eiga leikmenn sem geta klára leikina fyrir okkur en við þurfum að spila sann lið og það held ég að þú veist þegar við horfum á gullaldarárunum hérna með karlalandslið og við sjáum líka kvennalandsliðinu og öllum þessu stórmótum að okkar bestu leikmenn sem eru okkar skærustu stjörnur, eru bara hardduglegar og það er það sem við reynum, við nýtum það mjög mikið þegar við erum í yngrelandsliðum að sína klippur af okkar stóru leikmönnum taka spretti tilbaka, sinna varnavinnu og allt þetta sem svona kannski er ekki talað hverju degi sem þykir ekki af spennandi og vera með boltan, en þetta er bara eitthvað sem við ætlum að vera óbúslega góð í, þú veist að vera duglegir meðan stjarnan í hinuliðinu og frökkum þegar hann er búin að berja á okkur aftur hann kemst í gegn og hann fer að lyfta höndum, hann fer að hrista hausinn og það er svona litlu sigrarnir sem við þurfum að virða aðeins meira en hinliðin og hugafar og hvernig við nálgumst þetta, við ætlum ekki að láta brjóta okkur eitthvað, við ætlum að vera sterk og við ætlum að vera stolt af því sem við erum að gera. Það er eitthvað sem við reynum að setja alltaf inn og frá day one í landsliðin sko. Þannig að þegar þú talar þessi jákvæða samskipti að þá er það eins og rannsókn sem Grímur gerði, hann taldi Ísland-Þýskaland. Já, þegar stelpunar vinna. Já, þegar stelpunar vinna frábæran sigur og bara ótrúlega sigur á Þýskalandi, bara svona jákvæð samskipti, sterka nærveru hann taldi og við vorum bara yfirbúrða þar það skiptir máli. Já, hann taldi alveg svona, þú veist, eitthvað svona high five eða yes eða þær setja hendunar upp í loft. Já, bara sem fólk er að vinna saman á jákvæðana því að þetta er ekki heldur, það má ekki glemma þetta er ekki bara eitthvað hugs and kisses sko, þetta er líka þannig að fólk er að geta tekist á innan liðsins. Já. Þú veist, þannig eru árangar, sé samkeppni og ég sé tilbúin að íta hans á því að ég veit þú getur hans betur og ef þú gerir ekki hans betur þá bitnar á okkur hinum og við erum saman í þessu. Þannig að svona einmitt oft tala jákvæð samskipti, við viljum hafa jákvæð samskipti en samskipti vilja hafa opin samskipti að við séum ekki hérna, ég sé út í horni að burðast með eitthvað, heldur bara, ég er bara ósáttur við þetta og við þurfum bara að leysa þetta og eitt af svona, því sem við tölum líka er bara lausnir, veist, og við tökum með staffið og við fáum staff og sjúkaþjálfara fólk og félögum með okkur og annað kultúrinn okkar er bara þessi, við erum ekki að fara að væla og skæla yfir því að þurfa að fara í 2 flug, við erum ekki að fara að væla og skæla yfir því að völlurinn sé lélegur, hinliðin með að gera það við þurfum bara að hugsa í lausnum, ekkit annað og hérna það er það sem þarf að enginn og ég meina ég farið á mót þar sem Þýskaland veist, og það er bara væl það er bara væl, þú veist samt með 50 starfsmenn og við erum með 8 skilur við og eitthvað svoleiðis, sem samt tókst þeim að glemma búningunum sko. Þú veist ég að segja skilur við þannig að við erum bara virða það sem við höfum, virða fyrir hvað við stöndum sem þjóð af hvað við erum komin og hérna og ekki gleyma því sko, ekki gleyma því þú veist að við erum bara harddugleg þjóð fyrst og fremst og erum alveg tilbúin að taka okkur kannski allt og stór verkefni en við getum stundum en við gerum það samt og við komumst í gegnum það þannig reynum við svona innbrenta það. Já, en sko leiðin til að gera það er það bara, þú veist tala mikið það aftur og svo ef að þið sjáuð einhverja hegðun að reyna að brjóta hana niður og segja nei, við erum svona Já, það er bara mikilvægt við tölum bara þú veist, svo hegðun sem við viljum sjá þú getur ekki bara sagt, nú er bara að fá lýselt nákvæmlega og nú ætlum bara að duglegir en það er að gera fólki grein fyrir við sínum dæmi, þetta er það sem við viljum sjá þá ertu komið með eitthvað fyrirmynd skilur við hvað er að fara og að sjá og heyra og allt já, þú komið fyrirmynd inn á æfingunum að vera alltaf klók við það að þetta er nákvæmlega og hrósa fyrir það þú veist, þegar við sjáum eitthvað sem er ekki ásættanlegt hegðun sem ég var að tala áðan við erum ekkert að tolerera þetta hana mjög mikið sko. Þannig að hún er bara, það er gengið strax það er ekki, þú veist, bara stoppa öll svona grá svæði og bara búm, stopp strax og þá er bara öll vandamál tæklu í fæðingu öll svona samskipta vandamál og eitthvað svolítið, það þarf að tækla það strax og við þurfum að sýna þetta alltaf fordæmi líka og mér er átt þótt að mikilvægt eins og bara með starfsfólki okkar að við þurfum, ef við erum að biðja að liði sér orkumikið og við þurfum að liða yfir orkumikið og við erum að biðja liðselt, þá þarf starfsfólki okkar
að sína það á hvernig deg, þú mætir í morgum að það, djútt svo illa í nótt maður, I don't give a fuck, þú verður bara að mæta og þú verður að vera sjarp og þú verður að vera dálítið snirtilegur og vera klár í daginn sko. Þannig að fólk finnir alltaf, já, það er eitthvað í gangi hérna og stanslaust þegar við erum að gera upp leiki, við erum að gera upp æfingar að ekki bara tala um það eitthvað svona bara taktík, þú veist, koma hugafarin inn, sína það hvað við erum að gera vel, þú veist, þannig færði þetta í gegn og svo er alltaf ykkur hóp sem leiðir með ykkur fordæmi og svona, þú veist, ít á hvernig þetta smitast. En að samanskapi við tókum það alveg umræðu til fyrir einhverjum ári, erum við kannski fattin að tala öllítið, við þurftum sjálfur að setjast niður bara og sjálfur setjast niður bara munum hugafarið, tala um hugafarið það voru mikið að pæla í svona taktík og við erum alltaf að þróa okkur eitthvað en svona bara munum þú veist, þetta er grunnun, þetta er fyrst svo kemur hitt þannig að með stanslausu samstali, stanslausu ámenningu feedbacki, þá býrðu bara þessa menningu til sko, og svo er það líka þannig að sem er ólíkt hinn þjónum held ég að nándin er svo mikil, þetta er kannski leikmenn sem búin að fara gegnum Englandsliðin saman eða þá leikmenn þegar að koma fyrsta skipti inn í landsliðin eru búin að spila móti hverjum endalust jafnvel fannar þekkjast vera á hverjum námskeiðum hér og þar eða hvernig sem það er þannig að nándin er aðeins meiri heldur en heldur við erum að upplega kannski í stóru þjónum og við þurfum að nýta það sko. Þú ætla að vera best með þetta sko. Og aldrei missa þetta frá okkur. Nei, sko ef ég horfi á landslið kalla á kvenna núna og ég er, þú veist, ég er ekki mikið inn í þessu en ég er bara svona fan og fylgist með, þá finnst mér sko kvennalandsliði vera með svona kannski svipað eiginleika og kallarnir voru með þarna á sínum tíma og mér finnst kallarnir ekki vera þar núna. Já. Það er svona, þú veist, það er svona einhver meiri jákvæðin og gleði í kringum konunnar heldur en kallana. Það eru líka kannski að vinna alltaf leiki og svona. Já, þetta er alltaf úrslitsspil inn í, það segir sér sjálft, úrslitsspil alltaf á þessu leveli spila úrslit alltaf inn í, en ég get fullvissað það að við erum á góðum stað með bæli hvað þetta var og við viljum verða ennþá betri í því og þetta er bara stanslaus áminning, þú veist, menn gleyma sér á öllum levelum sko, en það er stanslaus áminning að þetta er það sem þarf að vera í lagi. Það er bara flott fyrir alla að heyra það. Herði, en sko, varnarleikur, út af ég er alltaf með þessa glærur hérna, að þú veist, það er þannig að elska að verjast og svo ertu með svæðisvörn, vís út í breytt og eitthvað svona. Svo stendur hérna Ísland skipti vellinum upp í 3 svæði og eitthvað svæðisvörn, vísa út og svo boltapressa og ég ekki eins flink í fótbolta og margir sem er að hlusta, en eru þið þá, þú veist, það bara, þú veist, er það bara svona, þú veist, landslið, við ætlum að svolítið að vinna, þetta er svona grunnvörnin og svo náttúrulega þarftu kannski bara eftir hvað leikmann er með og svona, en hann er aðeins að fara við þetta. Já, þú veist, þegar við talum svæðin, þá er það þannig hvernig við horfum á völlin og við skiptum völlin við 3 svæði, það er svæði 1, 2 og 3, svæði 3 er þar sem við erum að klára og skora mörk, en samanskapi líka hápressa og svona þegar við tölum á milli okkar, þá eru svona ákveðna vinnureglur inn í hverjum svæðum, þú veist, grunnvinnureglun það, við viljum fá liðin vísaðum út í breytt og pressa það þar og út í kantinn alltaf, út í kantinn og það köllum við svona blátt svæði, þú veist, rauða svæðið er eiginlega bara það sem við viljum ekki að liðin sé eitthvað að leika sér sko. Það er alveg rautt á glærunum sko. Já, það er fyrir frá markið, það er bara þegar við tókum, þegar við vorum að gera þetta allt. Við áttum samtölu við leikmenn sem tóku þátt í allir þessari velgengni. Við fórum yfir tölfræði hjá stærstu liðum í heimi, stærstu landsliðum í heimi. Við fórum yfir öll mörk sem voru skoruð og fengið á sig í öllum þessum árangur sem við áttum í kalla- og kvennalandsliðinu, þú veist, góðu liðunum okkar, samaskapi í yngrilandsliðunum og reiknum bara tölfræði og tölfræðin sýndi bara mjög einfaldlega að þú veist, þegar vorum að ná að beina þessu út. Það var bara, þú veist, öll mörkin eru náttúrulega að koma úr rauðasvæðinu, þannig að við erum bara hérna bara minnka það eins mikið og hægt er að vera þar. Þannig að tókum svona ákveðin að það var þar. FIFA samanskapi sett upp svona fyrir HM að þeir munu greina öll sín stórmót hérna í frádaldi eftir þessu og við reyndum að nýta okkur það líka. Það þarf ekki alltaf að finna pjólið sko. Nei, alls ekki. Þannig að þá fáum við svona mjög góð tölfræði út af þessu öllu þegar landsliðin er að spila. Þannig að þetta er svona gert fyrir HM í Katar og þannig til er eitthvað sem heitir 2040, það var bara því að þú veist, hvað er þéttleiki liðs? Það er alltaf að tala um þétta. Já, ég sagði bara metra. Já, en hvað þýðir að þétta? Og þá getur við bara sýnt að mjög einfallega á fundi, liðið þétt og þá koma bara metrarnir inn, þú veist, svona forrið sem getur sýnt það og bara svona við erum að reyna að, þú veist, hvað þýðir þetta og svo af hverju er rauðasvæði, af hverju er bláa svæði, við erum svona að reyna að spyrja okkur alltaf spurningar, af hverju er að gera þetta svona hins einn og en varnarleikur er algjört lykilorð í okkar svona og í okkar svona hugmyndafræði og við viljum svona gera leikmennu grein fyrir að það er það sem við þurfum að byrja að vera dugleg og vinna saman að því að spila góða vörn
það engin afsláttur af því. Nei. Þannig að það að fyrsta og þegar við erum með boltan, ef leikurinn er þannig að við ætlum að vera 60% boltan, þá ætlum við að gera það vel, en ef það er þannig að við munum fá 15 sóknir í leiknum, að gera það vel, því að ég meina það er betra að taka 10 réttar arbeigur en 30 vilsar. Sannlega rétt. Þannig að bara virða þú veist, í hverju hún er góð, hverju sinni. En þetta svona það sem að þið kennið upplandsliðin? Já, við reynum að, og þetta er það sem þú sér í 15 landsliðinu, 19 landsliðinu, 21 landsliðinu, þannig að þetta er það sem við reynum að þetta er samfellan sem við erum að reyna að tala um. Já, og ein mynd þarna var að leikmenn voru með svona, sátu greinilega í hópum við borð og voru með svona fótbolta, svona völl, eitthvað spjald og út af því að auðvitað þurfa þeir að læra þetta og það er ekki bara hægt að læra þetta á vellinum. Þetta var svona eiginlega bara eins og þeir var að spila. Já, þetta er leikur, sko. Já, þú mátt segja eitthvað frá þessu. Já, þetta er leikur, Þorvaldur Ölsson formaði KSÍ, kom nú með þetta inn í þegar við vorum að vinna saman. Já. Þetta er svona, þetta er Supoteo og þetta er þekkt held ég mest í Bretlandi. Þetta er svona fótboltaleikur með mörkum og þú getur verið að spila. Við tókum þetta inn og erum með svona kalla á þessu og þetta snýst um það að við leikum okkur dálítið sérstaklega með yngstulandsliðin. Það er bara mjög mismandi hvernig fólk lærir. Sumir læra best út á velli. Aðrir læra best að því að horfa á vídeo. Einhver að horfa á eitthvað animation. Svo notum við þetta líka mjög mikið svona í hópum. Fáum kannski bara varnamennin, erum að ræða leikinn á morgun og erum svona að tala um hlutverki þeirra og þá svona, hvernig við gert þetta er, þú ert leikmaður og ég svona fer bara til hliðar og segir, Silja, hvernig ætlum við að spila á morgun? En þú að segja mér hvernig við ætlum að spila á morgun. Þá kemur við fljótt og þá gerir þú eitthvað bara, þá kemur næstu hliðin og nei, þetta var ekki alveg svona. Og þá var að leikmenn að taka svona smá ábyrgð ungir á því að, nei, manstu, þetta var ekki svona, hann bara, jú, var ekki svoleiðis og kemur dialóginni, coachin er ekki megin aðeins búin að stíga tilbaka. Þannig að, og ég hef alveg sé leikmenn sem eiga erfitt með að sitja á fundum og maður sér það bara með fund og þú sér bara þessi er ekki á svæðinu, sko. Og hann er kannski góður út á velli, en svo kemur hann á okkur svona taktikbord og þá er þetta náttúrulega eins og töluleikur fyrir hann. Og bara við reynum að koma til mótsins sem flesta, þú veist, gerum þetta fyrir einhvern einasta leik, ekkert alltaf, en við erum með þetta tæki með okkur og notum þetta mikið sérstaklega yngstu við að svona farið við gameplanið, ef svo má segja. Já. En þóra leikmenn, út af því að þú veist, þarna ertu bara, ok, ég er bara komin í landslistreyjuna og þjálfarinn er búin að segja eitthvað, þú veist, ég skildi það ekki alveg, þóri ég að fara til þjálfarans. Það er mitt málið, sko, þú verður að reyna að búa til, þú veist, þú ætlar að búa til liðsild, það verður að búa til traust. Já. Og það gerist ekki annað með þessum samskiptum að leikmenni verða að finna það, já, ég er þjálfarinn, en við verðum að búa til þannig stemmingu að einbeitingu á því sem þú gera, en samanskapi, opin samskipti snúast líka um það, ég er ekki alveg viss, alltaf ég þá að fara með völlin og ég er ekki alveg viss. Já, sumi gera það og ég skil það bara mjög vel. Þá hefur við ofta reynt að hvetja að, farðu þá til liðsfélagans, ræddu við hann, ef þú þorir að gera okkur. Eða þú veist, reynda að nálgast þjálfaran, nálgast aðstofþjálfaran eða hvernig sem það er. Og við reynum að búa til þannig umhverfi að þú veist, við viljum bara að þegar þú ferð inn á völlin, þú sér bara stoltur íslendingur, klári leikinn og vitir hvað við ætlum að gera, þannig að þér líði vel, að leikmannu líði vel. Íþróttamæður sem spila risastór leik og þjóðsöngur við stórt lið eða hvernig sem það er, það er bara mikið undir í hverjum einasta landsleik. Þetta er erfitt að okkar hlutverk er að búa til umhverfið þannig að þú ert öruggur með hvað þú átt að gera og þú getur farið inn og þér líði vel með það að framkvæma það. Svo verðum við bara að takast á því saman ef þetta er ekki að ganga að hjálpast að við að gera betur eða að laga hlutina. Og það er líka það sem við gerum yngri mjög mikið, ef eitthvað gengur ekki upp að á feedbackfundi reynum við að fara yfir það alltaf og feedbackfundin er sérstaklega yngri og alltaf öllu leveli, sérstaklega yngsturlandslöfum er óbúslega svona góð æfing fyrir okkur, að við getum ekki æft endalaust í landsliðinu sem er haldið að maður geta æft 2 á dag endalaust, en það er ekki þannig. Þannig að fundirnir eru oft bara eins og æfing fyrir okkur. Ok, hvað er feedbackfundir? Það er bara, þú varst að hlaupa í gær og svo þú varst að spila í gær, tjónum það að því vissi ekki alveg hvað það segja. Nei, ég hugsa, ok, áhugavert. Okay. En þú ert bara að spila, svo er leikunum gerður upp og þá förum við saman. Allir hópurinn. Við förum yfir hvað var vel gert með það sem við ætlum að gera og hvað við getum lagað. Það er basically feedbackfundur. Og er það bara eitthvað, herri Silja, þú samt gerði þetta ekki hennar nóg vel, ef þú hefðir verið þarna þá hefði þetta verið betur. Já, við tölum yfirleitt það þarna kannski meira á liðs svona beisinu, þú veist, var línan að færa nóg vel, þú veist, gáttu við gert þetta betur, herru hvernig staðsendingin þegar við erum með boltan, hvað getum við lagað og kannski á yngsta sérstaklega í yngstu landsliðum reynum að spurja þetta aldrei mikið, þú veist, er eitthvað sem getur lagað hér, eitthvað sem getur gert betur hér
og þá færðu mismunandi svör. Já. Þú veist, stelpur eru miklu meira vókal á fundum heldur nokkuð en strákar til dæmis. Já, ég er sammála. Já, og þannig að við reynum að gera þannig að, þú veist, umhverju sé þannig að þú geti virkilega lært. Þetta að tala um þessu í yngstölulandsliðin. Þú veist, það í allandsliðinu þetta eru bara að horfa í úrslit en við þurfum líka að verða betri með hverju skiptinu að sjálfsögðu. En þetta er svona það sem við vinnum með, þú veist, að taka framistöðuna, greinana, fara yfir hana, þannig að þú ert á fundi að því við getum ekki eftirendalust og þú verður betri eftir fundin. Ef einhver á alveg óbáslega lélegan leik, þá var hann ekki tekinn fyrir fram að 20 manns og bara étinn sko. Þá það meira að þú ert tekinn kannski og við ræðum aðeins málin. Og það líka gert í allandsliðunum, þú veist, að ef það einhver á mjög slagan leik og við finnum það bara að þetta er erfitt, þú ferð ekki inn á fund og bara slátra honum sko. Þú ferð og og ræðir hans við hann. Eða það svona fullt af atriðum sem einstaklingsmiður sem kannski allur hópurinn þarf ekki að heyra. Nei. Þannig að við reynum að vinna þannig og við þurfum að vera alltaf flexible með það sko. Ef að svona í landsliðunum segjum bara að einhverjum leikmann sé bara dömpað rétt fyrir leik eða eitthvað, þú veist, líður illa, lítið sjálfströðs kannski, þú veist, kemur viðkomandi og segir einhver, þú veist, þá frá því bara til þess að geta talað eða fengið aðstoð eða... Já, þetta sé bara mjög mismunandi, þetta fer líka þjálfurum, þetta fer eftir, þú veist, að þetta er bara mjög mismunandi hvernig leikmann sumir taka bara ok, mitt hlutverk í dag að spila 15 mínútur eða hálfleik eða hvernig það ég ætla bara að gera það vel, aðrir, þú veist, þá brota niður eða hvernig það þá það líka mjög mikilvægt að við sem þjálfar reynum að þekkja þetta hópin, þarf þessi samtali sem við redda sér eða hvernig það líka bara með mismunandi þjálfurum, mismunandi hvernig lið setja það bara upp, nú bara leikur, þetta bara svona, við getum rætt eftir leik eða við erum að tala saman alltaf þetta er mjög mismunandi hvernig það og þú voru alltaf að lesa hópin þar hvað það var þar ég var að þjálfa FH í alveg 6 ár með Heimi Guðjóns. Hversu geggjað var það? Það var mjög áhugavert, ég var náttúrulega stelpa og það hefði ekki verið, ég held bara ekki svona þjálfari á Íslandi og eitthvað og hann, þegar ég svona byrja að tala við hann að þá voru þeir ennþá að hlaupa þessa 5 km og 10 km á Heimi náttúrulega bara þar sko og ég var alveg, og ég gera það fljóta og þú ætti að gera það hæga á sama tíma og eitthvað en sko þetta var alveg svona, þú veist, ég var oft svona að lesa leikmenn og ég bara, þú veist, ég var svo líka bara hitt á mikið svona, þú veist, 1 og 2 saman, vorum að æfa einhver, þú veist, þeir vildi æfa hraða eða styrka eða eitthvað svona, sko, og þá var ég bara uppi kapla og ég bara, já, kontu hérna og ég skal bara, þú veist, ég var bara, ég gaf rosalega mikið að mér þessi lið, mér leiði eins og ég væri svona smá mamma hana, sko, en þá var einmitt, sko, þú veist, þá voru þeir ekkert oft endilega þú voru að segja Heimi hvernig þeim leið, sko, þú veist, en ég var farin að geta lesið svona, þú veist, þeir löpuð inn og einhver svona, þú veist, bara svona líkams, einhvern veginn tjáninguna og eitthvað og svo var ég bara, heyrðu, þú veist, vorum að fara að lifta og eitthvað og ég bara eitthvað, heyrðu, þú veist, kottaðist, tegjum aðeins hérna eitthvað og svo bara svona aðeins að tjekka og svo bara, heyrðu, við skulum bara gera þetta í dag, bara, þú veist, þú ert eitthvað off og þreyttur eftir vikuna og eitthvað svona, sko, þannig að þetta var svona, þú veist, en þarna kemur aftur á því sem ég var að tala um á hann þegar vorum að meina byggja upp einhverja orku og einhverja liðseld og þarna reynir líka á staffið að þú veist, við förum við mann á æfingu og við þjálfum mann og við sjáum mann á fundi og svo erum við þjálfarnir kannski erum ekkert endilega að sjá hann allan daginn og erum ekkert alltaf í einhverjum kannski samtölum eða hvernig það er mjög mismunandi en menn fara í sjúkraherbyggið og menn, þú veist, að við sem teymi reynum að passa upp á það að leikmönnum líði vel og ef það er eitthvað að við þurfum að hjálpast að við að, þú veist, vandamáli ekki byggjast upp, það þarf að tækla þau strax því oft geta vandamálum við bara eitthvað mjög lítið sko, skilur hvað er að fara þannig að og í staðin fyrir að bíða með það í 2 vikur eða 3 glugga eða eitthvað og svo springur allt að bara, heyrðu, hvað er málið og oft þarf bara aðeins að létta af sér það er alveg, þú veist, eitthvað sem þjálfararnir og svo bara teymið þarf að vinna saman að liðseld í teymi, liðseld í liði sko. Ég var mikill sálfræðingur og svo er alveg bara eitthvað, fekk ég bara skilja bara Silja, ég er að drepast þarna eitthvað í kálfanum og eitthvað og ég bara, heyrðu, kottu bara heim eitthvað bara, þú veist, ég bara, hvað sem er maturinn í ofninum eitthvað, þú veist, þá er ég bara eitthvað, þú veist, nutt einhverja kálfa eða eitthvað, þú veist, maður bara svona, það var mjög skemmtilegt. En út af fórst inn á æfingar og það er náttúrulega bara mjög stórt batteri hjá okkur. Þannig að segja mér svona bara eins hvernig fara þessar landsliðsæfingar fram hjá okkur og kannski svona, kannski er þetta svipað hjá yngri og eldri en svona geða okkur hugmynd. Þetta er kannski tvenns konar, þetta er annars vegar, þú veist, landsliðsæfingar sem við æfum hérna heima, sem eru þá flokkað sem úrtaksæfingar og svo er landsliðsæfingar þegar við erum búin að velja lið og við erum að fara að keppa sko. Það er aðeins svona öðruvísi og það sem er tekið fram í þessu fyrirlestri er kannski meira og það sem við reynt að gera
samfellan hérna heima varandi það þegar liðin þegar leikmenn að koma úrtaksæfingu, hvernig við þjálfum leikmennina. Já. Og ég meina við breyttum kerfinu, það var eitt af því, unnum saman að því þjálfararnir og Addi þannig kom inn að breyta kerfinu. Uppalega bara góð hugmyndi mitt frá Þorvaldi að getum við fært æfingarnar yfir á virkadag, svo það bara tók það alveg ári að útfæra það og alls konar pólitíski veggi sem þurfti að brjóta og hitta þetta og þetta var ekki hægt að því að aftur voru að lendi því, þetta er eitthvað sem enginn hefur gert. Já. Og þegar ég kem inn þá erum við að æfa að meðaltali, minnum mig hvað, 1200 mínútur af vetri, ef þú ert 17 ára þá ertu að æfa ykkur á 1200, þetta eru jafn, en síðan þegar við fórum í að vera með æfingarnar á virkundugum, bara á morgnana, ég veit að þetta eru skólatíma, en á morgnana fórum við að æfa og gátum þá farið að æfa kannski 2 ára á dag. Já. Að þá erum við kannski búin að, held ég úr 1200 upp í 2000 mínútur, svona meðaltali yfir veturinn. Það er mikill munur og það hjálpar okkur því að alveg saman hvað allir segja, þá spila Yngalandsli Íslands miklu færri leiki heldur en nokkuð tíma þjóðirnar að núti. Já. Því að það eru ykkurir give og take 50 dagar sem við getum verið saman með landslið. Já. Og ég meina við erum að horfa á Yngalandsliðin okkar, við erum að spila bara miklu í prósentulega að síða hvernig við getum nýtt dagana og það er bara snýst fjármagn og annað að við spilum bara færri leiki heldur en aðra þjóðir og og við erum, ef við horfum í daga, miklu færri daga saman heldur en aðra þjóðir. Samanskapi getum við þá nýtt þetta vel og þetta er óbúslega mikilvægt fyrir okkur að nýta þetta vel til að vinna upp. Þannig að við getum verið með leikmenn lengur og við erum reynt að búa til svona prógram í kringum æfingarnar. Ég kem inn, erum við að æfa helgar og erum að æfa til að verða miðnættis með besta knattspyrnufólk á Íslandi. Núna, eða voru þið? Nei, þau voru. Já, einmitt. Maður var að labba út úr kórnum bara 11-leyti. Sko. Og svo ættu að vera mættur æfingu sem daginn eftir og svo eru 8 á sundarsmótni upp í Egilshöll. Sko. En núna er það bara eitt staður, það er bara okkar heimaðallur eða miðgarður og við byrjum upp í Skessu, það gekk vel þegar við vorum að koma svo stað, svo færðum við okkur upp í miðgarð og nú er komið svona mjög gott svona setup á þetta, hvernig við æfum og annað og við reyndum þá eitt var að breyta æfingatímanum og byrja með eitthvað form og svo þegar við komum smá svona keisla á það, þetta hendur okkur best, við erum ekki að fara að æfa 2 daga í röð alltaf, stundur spilum við leiki og svo en það komið svona smá reynslátt og þá fórum við að setja kannski niður í það, við viljum að dagurinn þegar ein æfing, hann lítur svona út, við viljum þegar eru 2 æfingar þetta lítur svona út, það þýðir að þú ert að mæta fyrst í sjúkraþjálfun, svo mætur á fund, svo viljum við byrja á activation, svo byrja æfingin. Já, ég með þetta hérna. Já. 8:45 mæting, sjúkraþjálfun og afhending fatnaðar, 9:15 fundur, 9:30 activation, 9:45 æfing hefst, 11:15 matur og social og svo 12:45 fundur, 1 activation, 10 mínútur yfir, æfing 2 hefst og æfingu líkur 14:15. Og það þýðir ekki það, það er bara þannig, við erum með eitthvað grunn sem þjálfara getur unni eftir. Já. Þetta snýstu það, að því að oft er, þú ert með eina æfingu að 2 æfingar, en við gerum svona hugmynd af því, svona lítur 1 dagur út, svona lítur þegar eina æfing og svona þegar eru 2 æfingar. Stundu tökum við það að það er eftir morgun að spila kvöldið, skilur við, og það hefur gefist mjög vel að spila, þá kannski erum við að fara með 16 landslið okkar að spila við annar flokk eitthvað staðar. Þannig, eða mestalflokk eitthvað staðar, eða hvernig það er og það bara gefist mjög vel. Þannig við reynum að búti rammanum það hvernig þetta lítur út að þú veist á einum staðnum eftir eitthvað megin, ok, fundurinn er búinn að 10 mínútur æfingu, ég eftir að fara að sjá sjúkraþjálfarann. Ég líka bara að kenna bara svona virkar þetta, það er að byrja æfingu og við ætlum að gera þetta vel, ekki vera að koma seint á æfinguna að því þú varst sjúkraþjálfari. Það er hérna hálftími 40 mínútur sem þú þarft til að undirbúa þig fyrir fundinn. Þetta er svona miklu líkar því síðan þegar þú kemur í ferð hvernig dagur mun líti út sko. Smart. Þannig að við reynum að gera þetta þannig. Já, kenna þannig. En svo er þið bara að vinna með það að reyna að nýta tíma vel. Já. Og þú veist, er þið þá, þú veist, bara einhver sem er með sóknaratriði, hópur fyrir hérna því að vinna þessu og svo er varna, svo er markmanns og... Byggjum æfinguna er alltaf svona, reynum að byggja æfinguna eins upp. Það er annars að það er uppbytun og það var eitt sem við tókum í gegn. Við breyttum aðeins svona hefur reynt að hvetja til þess að ég fattaði bara hjá sjálfum mér. Ég var fann að horfa á þetta, við erum með frábæra sjúkraþjálfara inn í KSÍ, öllum liðum bara geggjaði sjúkraþjálfara sem koma utan á og hjálpa okkur og margir mjög góður í því að taka uppbytunarfasan og annað og oft var maður að fara að horfa í það kannski að sjúkraþjálfarinn var kannski farin að vera með 20 mínútur á æfingunni, æfingin var 70 mínútur sem var ykkur uppbytunarfasi, en við erum svona æfin í miðgarði sem er bara mjög bara frábæra aðstæður og hlýtt og þannig við tókum svona þessi gegn þegar activation gerum það áður en æfingi byrjar og þá erum við að reyna að setja það kannski og ég veit að Lára til þess að vinna hérna Haflega sem er að vinna hjá okkur er að reyna að vinna í því núna að setja svona prógram þá reyndi alltaf hópin að vinna saman í því stutt uppbytun og geta byrjað síðan strax
fjölga æfingu þar sem leikmann þarf að taka ákvörðun með boltan, fjölga æfingu þar sem þú ert eitthvað megin alltaf undir einhverju áreiti og úr því og við erum bara svona hvernig setup okkar eiginlega farið úr cirka 50% upp í 80% þar sem leikmaður bara aktiv að hugsa að við þurfum að skáta leikmenn líka og það að ég sé að senda á þig og þú sendir hérna á hurðina og hurðina á mig þú veist, það er ekkert að hugsa, þetta er bara færiband sko og það eru fínustu æfingar, ekki miskilja mig þú veist, en það, í því sem við þarna, það er fínasta uppbytunæfingar, hvernig sem það er en það við erum að reyna að koma svo í að því við erum með toppaðstæður að reyna að vera með þess mikið áreiti og ákvörðunartökum við getum, þannig við getum sé leikmenn sagt, í þeim aðstæðum eins mikið og við getum og svo reynum við að hver einasta æfing er taktísku hluti síðan setni hlutina sem er þriðji hlutina æfingunni er taktík sem sagt og þá er ekki verið að vinna bara í því að þú stendur og færir það er bara settur upp æfingar sem verið að vinna í leikstílum okkar þannig að það er svona hugmynd, þetta er svona 4 fasar 4. fasan er svona alltaf opinn hvort að maður vilja spila eins í lokin eða hvort við vilja með einstaklinga eða leikstöður eða hvað það er ég sé hérna að það er hérna U15 lota 1 æfinga 1 varnarleikur þá þið setja þetta bara flott upp sko, það er bara markmið 1 versus 1 pressa í svæði 3 og þú veist og svo er æfing 2 sóknarleikur og svo einmitt scouting eitthvað coaching points og eitthvað það er rosa mikið á ensku hjá okkur við erum með alveg útlendingar sem vinna hjá okkur einhver sem er að greina vídeo einn af þeim sem er í vísindasviðinu sem er yfir greiningunni hann er englendingur og hann hjálpar okkur mikið með þetta að hérna þá gerum við þetta ensku þú veist þarna er undir bara svona tímabilaskipting hjá okkur eða hvernig sem við viljum kalla það sko að þú veist við vitum að 15 landslið er að fara á fjórsum svo vitum við að 16 landslið tekur við á fjórsum og svo tekur 17 landslið við það er ákveðin atriði sem þurfum að vinna með í varnarleik einhvers stað verðum að byrja svo verður þetta aðeins flóknara og aðeins dýpra og svo kolli og þá svona hefur við reynt að gera ramma utan það þemað þennan daginn í undir 15 í lotu 1 er varnarleikur, við ætlum að byrja að kenna 1 og 1 hvað er það sem við ætlum að kenna í 1 og 1 og hvað er það sem við viljum funda og svo kolli þannig að æfingin svona byggist upp þannig að þjálfarnir viti ég er ekki að rétta þér æfinguna sem þú átt að taka en þemað er meira þarna, þú veist, þetta er sem við erum að vinna með og þjálfarnir vinna svo út frá því og aftur, þetta er eitthvað sem við erum bara búin að gera í sammenningu saman sko. Þannig að svo kemur í 16 landslið lota 1, aftur eru að vinna með svipa konsept en þetta eru aðeins dýpra, aðeins flóknara aðeins að hlaða þetta á að því að þarna þessu kannski gildi meira strákamegin en á aldrinum 15, 16, 17 á svona 16 og 17 ári erum við að missa strákandóldi frá okkur út stelpunar eru meira ennþá hjá okkur þannig að hérna þú veist það er bara eins og leikur nér þannig að við reynum að hafa þetta svona fram í 17 landsliðin nokkuð niðurnjörvað í 19 landsliðunum og 21 þau æfa miklu minna það er bara út af því við erum konum með leikmenn í meistarflokka sem eru fann að spila miklu meira álag þannig við reynum að vera alltaf skynsöm með það að það er ekki nelt alveg í stein þú veist þá er ég að tala að það sé æft svona mikið við þurfum alltaf að spila eftir eiranu hvernig það gengur, sérstaklega í 21 en 19 er bara saman þú veist fylgir saman þú veist þeir eru ekkert að gera eitthvað allt annað þeir eru bara í samfellinni sko en hérna svona, við erum reynd að byrja þetta svona sjá hvernig þetta rúlar er svo plássið mitt til að taka 19 inn eða hvernig sem það er en að samanskapi 15 landsþjálfarinn aðstofþjálfarinn hans er 19 landsþjálfarinn aðstofþjálfarinn hans er 15 landsþjálfarinn og svo kolli hvernig á kalla megin þetta er unni í teimum, það er allir bara í hringnum að vinna saman sko þannig að samtalið og hvernig við setjum upp æfingur hana er orðið mjög svona hvernig ára þetta bara svona fluent sko en hérna ég ætla að vera smá flókin kannski núna hvað einkennir góðan sóknamann þú veist og svona hvað á sá sem spilar sóknamaður að gera til þess að reyna að bæta sig í sókninni og það gildir í öllu þú veist, þú eru náttúrulega bara þú eru með áhuga og þú eru að reyna að æfa vel og all þessi tökka og hérna gera vel þú veist, við tölum landslið í þínu félagsliði en það sem oft kannski skilur á milli þú veist, við tölum sóknamenn en bara þú veist, það er ákvörðun að taka það taka ákvörðun boltan, það gildir svo sem alla leikstöður þú veist, hversu góður kannski dýrari þarna þú veist það er þess að þeir eru að reyna að þjálfa það þannig, þú veist, það er að taka ákvörðan, þú veist, hvernig er fyrsta snertingið þín, þú veist, ertu búin að koma þannig fyrir eftir fyrsta snertinguna að næsta ákvörðan getur verið þægilegri, ertu búin að skoða í kringu þig og svo kolli, allt þessi litlu atriði er eitthvað sem við tökum svona mjög inn í þegar við erum að skoða leikmenn, að hvetja menn til að svona, þú veist, impra þessum atriðum, þú veist, og þess vegna erum við að taka áritið og annað inn í þetta, þannig að það sé svona, þú veist, ákvörðan að taka er opaslega stór þáttur
og náttúrulega tæknilegu hluti sko. Já. Þannig að það er eitthvað sem við horfum dálítið í sko. Miðjumaður. Já, það er bara sama, þú veist, það er tækni, þú veist, allir, þú veist, við getum farið í mental hluta, líkanlega hluta, tæknilega hluta, taktískan hluta, þú veist, allt þarf þetta að spila saman. Já. En þú veist, leikmaður sem er einhver megin nær að taka fleiri góðar ákvarðanir heldur en næsti maður, hvað sem það er í varnarleik eða sóknarleik, þeir vilt fara aðeins lengra, þeir eru aðeins betri en aðrir, þú veist, það er bara þannig. En svo þarftu líka að hafa sérstaklega í sóknarleik. Ja, svona líka í varnarleiklega, en þú veist, sóknarleik það er einhver X-faktor á það. Það er einhver ástæð fyrir einhver skora meira. Þú fær delivery og allt svoleiðis en það þarf að koma boltann með línuna. Það þarf að setja ykkur í gegn. Það er eitthvað eins og við talaðum á, það er þetta krydd sko. Þannig að við horfum mikið bara, þú veist, að getur tekið góðar ákvarðanir inn í leiknum. Getur, þú veist, spilað inn í leiknum, inn í taktíkinu og þetta, þú veist, og vera dálítið clever sko. Þannig að, en þú sem laupaþjálfari að sjálfsögðu skiptir líka að gera mikið máli. Já, hreyfanleiki. Já. En ertu að fara að segja sama með varnarmann? Varnarmann getur, þú veist hvernig var það þetta stimpli í varnarmann hann þarf líka að vera til í að vera stundum dálítið svona non-nonsense gæi sko. Að jafnvel vera tilbúin í að meiða dálítið. Það er bara dálítið staðan sko. Ég myndi vera þar. Já, þú myndi vera þar. Nei, það er, þú veist, þetta þarf að vinna allt saman og það er mismunandi tækni við hvert og eitt og við tókum til þessi vetur eitthvað sem, og það er alveg, og ég veit að bara fyrir víst að eitthvað sem hefur legið aðeins, þú veist, það er bara að vera að þjálfa annað inn í félagslíðanum. Við tókum í vetur til þess bara sérstakar æfingar fyrir varnarmenn. Þessi var bara að vera að þjálfa þegar það er einstaklis varnarleik, þú veist, hvernig þegar sendir fyrir frá mig, hvernig vinn ég, þegar sendir er að hlaupa baka mig, hvernig vinn ég, hvernig fer ég upp í skallabolta, hvernig vinn ég inn í teiknum, þú veist, bara vera að tala um varnarleik, þetta er kannski, því ég er búin að fara mjög víða og horfa á æfingar og annað, þetta er kannski eitthvað sem er fókusin er kannski ekki alveg þarna þá reynum við að taka hans boltan og hjálpa til og gerum fræðslumyndbönd með því og annað. Getur allir séð það? Já, allir sem skráðu sig og vildu fá myndbönd fengu það sent. Við vorum með þannig að þjálfar voru velkomnir á æfingarnar, fólk sem skráðu sig gæti koma hort og fór svo á postlista og við byggum til svona í mitt flokkumund eftir hvað vorum að þjálfa, svo kom hugmynd að æfingum inn í það líka, þannig að svona 5 mínútna vídeo, þannig að hver og einn getur fengið það sent ef hann nálgast okkur, það er ekkert mál og þetta er bara svona grunnþjálfun í varnarleik. Ef að mig langar að nálgast þetta, þá bara sendur þau á mig tölvupóst og ég sendi þetta. Bara á þig? Já. Ok, hvað er það? Davíð Kási? Já, en þetta var hugsað svona að því að, ok, ef það er ekki verið að sinna varnarleik kannski, þetta er bara þetta er allstað hvað sem kemur, þessi varnarleikur er þessi svona specific individual varnarleikur er ekki tekin kannski mikið fyrir og þessar einstaklisæfingar eru líka svo sem kannski með senterinn, það er ekki endast verið að ykkur specific æfingum að hann að láta hann slúta en það er þó meir það heldur en varnarleikin að við tókum bara boltan, ok reyna að skapa áhuga varnarleik sjá fegurna í varnarleik skilu, þetta er list að vera góður að verjast sko. Og alveg eins og það er list að skora mörk, þá er þetta list að vera góður að verjast. Og við reyndum svona að fara í ákveðna þætti og svona þjálfa þá og gefa leikmönnum tíma í að testa sig, í að spurja og við tókum inn fullt af fyrrum atvinnumenn og landsliðsmenn pluss þjálfarinn okkar og mjög margir þjálfarar á æfingunum. Bjögum til vídeo á æfingunum, bjögum til vídeo sem var það sem þjálfari var mækaður, það sem bara kennsluatriði. Þannig að þjálfarar geta nýtt sér það og hugmyndi var að leikmaðurinn þú veist, þeir skrifuðu dagbóka æfingunum, hvað lærðu þeir, þú veist, hver eru helstu punktarnir með það sem voru að gera, hvort þeir nýtaði ekki, það er undir þeim komið, en hérna, að samaskapi sko, þeir hafa þetta tól að ég sem varnarmaður er það búin að fá eitthvað og vonandi tekur þetta með sér inn í klubbin, tekur þann sem er eitthvað vinn sinn, herru, getur þú komið og tekið, ef að æfa skalla aðeins, ef að æfa þetta aðeins, hvernig það er, skilur, og þannig áhugin verður aðeins, voru líka að skapa áhugan að því, sko. Og þjálfarnir fengur bara mjög góðan aðgang og bara var mjög skemmtilegt ferli að fara í gegnum þannig að við höfum tekið varnarmennina svona aðeins út í svega af því að það er ekkit allir sem vilja vera varnarmenn sko. En svona þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur. Sjálfsög. En markmenn? Já, markmenn segir hann og andvarpar. Já, nei, það þú veist, við erum alltaf með, þar eru alltaf með markmannsþjálfara. Já, Fjalar er yfir markmannsþjálfarinn okkar og hann sér algjörlega þá línu og en það sem við bara horfum á með markmenn alltaf, það eru öll þessi tæknilega atriðin, það er samanskap bara inn í liðinu að vera auðvitað, með alla þess að þætti tala um útspilin, það er líka bara að vera með sjálfstraust þóra standað inn og það gildur auðvitað alla en það líki markmaðurinn sé með svona sem presens sko, sé tilbúin en þetta rúlar allt saman í öllum leikstöðum, þú veist að
kryddið sem gerir þig örlítið betri en hinir bara, þú veist, það einhver tæknilegur þáttur sem örlítið betri, það ákvörðunartaka sem örlítið betri og það það sem og það sem við erum síðan stimpla inn í fólk aftur við getum ekki þjálfa líkamlega þáttinn veist, það eitthvað sem við gerum ekki en við getum haft áhrif á ákvörðunartökuna og taktíkin og þetta allt hjálpaði með tæknina út af því bara staðsetningum og öðru og en að samanskapi hugafarið að þú veist, inn í landsliðin þá ertu svona við viljum á sýst svona, það það sem við reynum að impra líka mikið inn á landsliðingum og það getur alveg skilja á milli tveir góði leikmenn, eitthvað sem er sterkara hugafar hann valinn sko Já, ég skil það. Þú veist, það bara alveg 100% og það oft bara vegur ansi mikið hjá okkur. Þannig að þú veist, það vegur bara, það bara stærsti þátturinn okkar. Þú veist, en þú þarft að geta spilað. Já, en þú getur kannski meira bætti þar heldur en, þú veist, hausin smá X-faktor. Já, við leggjum bara áherslu á það, þú veist, þannig að þú veist, inn í þessu, öllum þessu tæknifasa og líkamlega fasa og taktík og allt þetta. En þá það samt bara þannig að hugafærið þarf að vera þarna þú þarft að vilja læra þú þarft að vilja leggja á þig en er alltaf nóg margir markmenn að koma upp? Ég heldur séum bara í mjög góðum málum þegar kemur að markmennum og við sjáum það sérstaklega bara í báðum allandsliðunum okkar, það bara fullt af markmennum að koma í gegn á svona mjög góðum aldri þannig að það hefur verið náttúrulega klálega vakning í markmannsþjálfun og öllu því sem því tengist og og það markmann orðið miklu meira hlut af leiknum og það það sem að þarf að vera þannig hlut af leiknum, þetta ekki bara eitthvað sem númer 1 án að verja, þannig horfum við á það en hann þarf að geta tekið, þú veist, það þarf að senda tilbaka á hann og hann þarf að geta, þú veist, hjálpa liðinu, hann þarf að geta tekið hitan að því að, þú veist, ekki bara standa á línu, hann þarf að geta fyrir hitinu og hjálpa hafsendunum, þú veist, þannig að með að fara út og taka, þú veist, bolta. Þannig að við erum bara góðum stað með markmenn, myndi ég segja, sko. Er Fjalar svona eitthvað aukalega í sambandi við markmenn fyrir utan, þú veist, þessar bara landsliðsæfingar eða? Ég held að sé bara, Fjalar bara opinn eins og aðri þjálfar að þú veist, taka samtal það og hann reynir að tala líka við því við erum með, Fjalar ekkert á öllum æfingum, við erum með alltaf markmannsþjálfar úr félagunum. Já. Skilurðu mig? Já. Og Fjalar á svona mestum samskiptum við þá og svo náttúrulega þjálfari einstaka liðs með einhvern markmannsþjálfara með markmannsþjálfara að þeir eiga samtali eftir æfingu og hvað finnst þér? Þú veist, ef við þurfum að setja á núna hérna, hvað finnst þér, hverju kostur og gallar og svo kolli, þannig að við getum líka að gefa feedback á markmennina. Skiptir mjög mjög máli. Fjalar, hann er með æðsta prófið í markmanns Já, hann tók, nefnilega pabbi tók námskeið með honum, sko. Já, ok. Og ég var alltaf eitthvað svona fyrt í þessu og ég lærið helling líka. Ég fannst þetta skemmtilegt. Ég vissi að þeir voru saman í þessu. Herðu, gluggar, þá verður næsta glæra, þú veist. Sko, hópurinn er kallaður saman og svo er þið með svo stórt starfsmannateymi. Þú fóst yfir það hérna, þú veist, Arnar Gunnlaugsson alltaf yfir og svo er þið með coaching staff 5 aðilar, 2 analyzing, organization 3, support 3, medical 4. Þetta er alhansliðið. Þetta er alhansliðið, sko. Já. Það er náttúrulega allt annað heldur en kannski yngalandsliðið. Og bara allir með sitt hlutverk og hvað er það, Arnar og þú sem að svona pústlið planinu og áherslun saman? Já, við vinnum við það að það er sama hvernig megin Steinu og Ási. Þú veist, við erum eins og kalla megin og hvenna megin, þú veist, við erum í vinnu með Sigga með okkur og Jörund Ákas og fútboldirektor, það eru kannski 4 dagstaglega inn á borði að hugsa, skiluru, alhanslið, en við erum náttúrulega í einhverjum öðrum störfum líka, en jú, það eru við sem berum ábyrgð á því að svona búa til ramman, planið, hvað ætlum að æfa, hvenær ætlum að funda, hvernig ætlum að spila og síðan er það bara þannig að við erum náttúrulega með síðan bara okkar sjúkraþjálfara, fitnessþjálfara, annað, og við tökum alla að borðinu og svo treystum við bara fólki. Þú ert sérfræðingur á þessu sviði og þú sér þetta, þannig að við erum ekki onni sjúkraþjálfara allan tíman að passa að þeir sé að gera eitthvað, sko. Við vitum bara að við erum með gott fólk, þeir vita hvað við viljum, við vitum hvað þeir vilja og saman verður ekki ekki teimi. Já, þið þurfa að vera lið til þess að búa til líka öðrum alltaf. En mér fannst líka áhugavert, sko, út af það er Iceland's A-Men's Team Coaches Day Program Cycle. Já. Það kom mér óvart, því að prógrami byrjaði með þessi sko klukkan 8 á kvöldið, eða þú veist, þá er þið svona greinilega eitthvað session meeting, fara yfir daginn, physio report, þannig að þið fáið væntanlega þá upplýsingar frá sjúkraþjálfarnum, er allir heilir og eitthvað, og svo bara 8:30 morgunin, þá er þið bara byrjaðar aftur, bara
svona undirbúa æfinguna og svo stendur hérna Arnór Tupits, þannig að hann greinilega undirbúa eitthvað og svo, þú veist, þetta alveg svona, mér finnst þetta mjög áhugavert að þetta nú ekkit frí hjá ykkur allavega. Nei, og á ekkert að vera neitt frí, sko. Höfum það alveg á hreinu, þannig að þetta er bara, þetta er döðans alvara, sko. Það er bara þannig. Nei, við höfum bara reynt að gera okkur rammi snýstum það alveg að þú ferð ekki að sofa í ykkur óvissum við morgundaginn. Þú veist, svona, ef við tekum þetta mjög niður í algjör og svona basic atriði, að teymið viti á morgun, æfingin, planið og allt, þú veist, menn vita fyrirferð, en detail og annað, við ákveðum það fyrir, þannig að við getum mátt bara, við þurfum að hvíla okkur, við þurfum að vera ferskir, við getum vaknað upp og sé ekki bara allt hérna á kaos við að skipuleggja æfingu og gera hitt og þetta á einhverjum klukkutíma, því að þetta eru bestu leikmenn landsins, það eru kröfur, það eiga að vera kröfur, þetta á bara í lagi og það á að vera mjög hátt level, það á ekki að vera til hærra level en þetta í íslenskum fótbolta. Þú veist, þannig að við reynum að gera þetta svona sem að klukkan 8 á kvöldin erum við að klára æfinguna fyrir morgundag, við vitum þemað, ok, þetta er dítilandi, kannski gerðist eitthvað daginn áður, svo þurfum að adressa aðeins að tvíka til, fáum report og sjúkraþjálfara milli 9 og 10, ok, þetta eru leikmenn sem getur tekið þátt, það er búið að raða öllum upp og svo kolli, morgunin veiktist einhver, gerðist eitthvað, það snýst bara það í morgunin að geta aðlaga sig, það er allt klárt, bara geta aðlaga sig örlítið. Arnór þýðir bara að þegar leikmenn koma og þú veist, við getum gert það því að við förum undan með í alhanslegunum út af völl, að þá þegar leikmenn koma þá er allt klárt, allar keilur og allt þetta. Við erum ekki sónun tíma. Nei, og það er líka alveg yngalhanslegum, við komum fyrr á staðinn og menn fara út að stilla upp og svo kolli, en þetta er svona mantran sem við reynum að gera í landslegunum að staffi sem meðvitað á morgun er þetta sem er að fara í gang. Skilju, að við séum ekki eitthvað með einhver óvissu þegar við vöknum. Nei. Svo er hérna líka svona greinilega eitthvað skjal, það er greinilega, þú veist, 5 dagar fyrir leik, þá er greinilega áherslur á hverjum degi, þú veist, hvað þau eru að leggja áherslu á. Og svo er þið með sem er eitthvað team culture, team values og eitthvað þannig að sem hlýtur nú að vera svipa alltaf. Jú, við reynum að gera það bara saman, þú veist, það er bara ákveðin kultúr sem við viljum, bara við búum saman í 10 dagar, sko. Já, Þú veist, þú bara sem hópur ertu bara í 10 dagar saman. Og við reynum að hafa bara svona ákveðin kultúr og andrúmsloftið sé, þú veist, bara gott fyrir leikmenn, þú veist, þetta snýst allt það að leikmenn geti spila vel og líði vel og og samanskapi að bara fólki líði vel inn í kampnum okkar, sko, þú veist, þetta er döðans alvara að fara að spila landsleik, en að samanskapi, þú veist, verður okkur að líða vel á leiðinu okkar, þú veist, að reyna að vera klárir. Mér finnst þessar glærur þetta er eitthvað svona HM 27-29, þetta er greinilega svona, þið eru að safna nöfnum á fólki í ákveðna stöður sem eru svona komin undir smá sjóna. Við gerum það á svona 6 mánaða fresti, að þá, þú veist, ef það er búið að spila ykkur mót og þá förum við yfir, setjumst niður og þetta eru yngirlandsliðsglærur sem við talum sér satt og við setjumst dálítið niður og svona förum yfir hvert lið fyrir sig, hvern árgang fyrir sig, er ykkur að stíga upp, er ykkur ekki að performa eins og við heldum að vera að gera og hverja kannski á þess að við sjáum 10 ár fram í tíman, hverju eru svona líklegasti núna til að fara alla leið í gegn og búum okkur til svona lið og þá oft sérst gat það getur sérst kannski gat, við erum bara án kantmanna eða við erum án sendera eða varnamanna eftir 2 ár eða 4 ár eða hvernig sem það er við reynum að horfa svona hvernig mun alhansli hvernig að líta út, þú veist, við gerum þetta fyrir ári þetta, þannig að það er næsta stórmót að vera og svo næsta stórmót, þú veist, við horfum kannski 3 stórmót fram í tíman erum við að horfa fram í það að eftir þetta stórmót og þá erum við farin að horfa í það að það er bara gat hérna á miðjum vellinum, þú veist, það þurfum að bregðast eitthvað við því eða hvernig sem það er, þannig við reynum að vera svona up to date alltaf með það, þú veist, hvernig standa yngirlandsliðin vandi leikstöður og talentarnir okkar og samskapi, þú veist, það er eitthvað sem er búin að vera hjá okkur, kannski topptalent en allt í einu farin að droppa af hverju er hann að droppa, hvað er í gangi eða eitthvað sem er að rjúka upp og hann var ekki hjá okkur síðast hann kemur þá inn, þú veist, þurfum bara alltaf að vera pæli, þú veist, hver er að stíga góð skref, hver þurfum að hjálpa einhverjum, hvernig það er, sko. Hvernig bregðist við að kemur gat? Þá þurfum bara að setja athygli á það, þú veist, þá horfum við alhanslið, þú veist, við erum kannski með leikmenn á góðum aldri sem munum cover þetta, eða er bara að koma gat þarna, þannig að erum við með eitthvað sem er að koma þá í þessari stöðu, er eitthvað í annari leikstöðu sem geti átt meiri sjens, hann er kannski bara miðjumaður sem, við erum kannski bara betri miðjumenn, hann getur verið besti hægribakurinn okkar, þú veist, við þurfum alltaf að horfa í svona
ímisatrið, þú sem kannski ekki alltaf að horfa í það, en þá kannski þurfum að leysa, við erum kannski með topp talent, en kannski hinnir eru bara fárlega góði líka, hann geti hjálpa okkur hér, allavega, þannig að þetta er alls konar svona umræður sem við tökum, en þetta er alveg bara að vera up to date varandi svona þá sem við teljum að hugsanlega á þessum tímapunkti þegar við erum að tala saman í dag, að leiðin alla leið, skilur, og það getur breyst, þess vegna gerum við þetta reglulega. Finnst þið gaman að púsla? Finnst mér. Já. Er þetta ekki smá svoleiðis? Jú, þetta er bara samvinnuverkefni okkar alltaf. En svo var late development, yngri landslið talent late development. Er þetta svona eins og Norðurlöndin eru með svona future team? Já, þarna kannski erum við að taka leikmenn sem kannski við erum að horfa í og við sjáum hæfileikana. Já. En svo er bara þroskin mismunandi og það getur verið erfitt að sýna það og við sjáum samt eitthvað. Það er eitthvað þarna. Já. Og þá er mjög mikilvægt að eitthvað megin ekki útiloka fólk. Nei, að geyma það aðeins. Já, að vera með, þú veist af þessum leikmanni. Þú veist að þessi leikmanni er þarna og fylgjast með þróunin hans. Er hann alltaf inn í landslýshópunum? Getur verið, kannski ekki. En þetta er það að við séum með hann á radarnum. Við séum viðbúin. Einhvern tímann kemur eitthvað þroski og kannski er bara því það, við sem bara spila okkur sem eru stóra og sterkir. Nei, það þýðir það ekki, en það þýðir það alveg að við vitum það eru hæfileikar í leikmönnum sem eiga ekki erfitt með það á þessum tímapunkti og við vitum að þeim það snýst late development lið okkar og við höfum reynt að gera það sérstaklega í yngri landsliðum eins og í 15. landsliðinu að taka minnst okkur eina æfingalótu, ég held að við gert það núna síðustu 2 ára að taka þess að við höfum flokkað kannski late developers inn og æfa saman þannig að aðeins kynnist umhverfinu. Gugga Markmaður, hún er að vinna í sænska sambandinu, hún kom til mín og hún var að segja mig frá þessu líka. Svona future team. Ég skil umræðina future team en samanskapi aftur, þú rættum á kosturinn okkar er líka, við erum óbáslega við erum lítil þjóð og það samtalið mikið og við sjáum óbáslega mikið þjálfarinn okkar sjá yfir 100 leiki á ári og það ég veit ekki hvað margir leikmenn sem hættu á æfingar þannig að þú veist þetta er ég skil samtali í þessum risastóru þjóðum, ég held að þetta samtal þetta var alltaf við en á landslýslevelun okkar er ég ekki vissum að við séum eins og stóru þjóðnar í basli með það að týna bara fólki. Nei. Það er bara, þetta er byggt upp þannig að við sjáum mjög mikið, við sjáum talentuna ef við erum ekki að sjá þá mun alltaf ykkur láta okkur vita þeim, skilur hvað er að fara og það verður til samtal sem verður til þess að leikmanni fá athygli og svo kolli og ég held að þetta samt að umræðan er alltaf líka við bara inn í félögum að þú veist inn í ákveðnum flokkum að hver er núna bara þetta er okkar en hér eru ykkur sem eru kannski aðeins eftir á en þeir eru mikla hæfileika að þú veist gefa mannum verkefni með hæfi og vita af þeim svipað við erum að gera þannig að ég held að þetta er mikil umræða en ég heldur sem ekki kannski þar að þú veist ég tala landslið, þú veist það landslið félagslið sikur umræða ég heldur sem ekki að tapa þessi umræðum það að við þurfum future team og eitthvað svo les ég get alveg vissu sem við komið ágað því að tölfræðin er bara þessi að við minna núna eins og í allandsliðinu hvað leikmenn fætti, tók allandslið kalla leikmenn fætti 98 og yngri þú veist af þeim sem á stíðu upp núna undanfærin ár úr yngri landslið upp í allandslið það er bara mjög jöfn dreifing og það hvernig fólk er fætt og svo kolli það eru fleiri fættir seinni hluta árs heldur en fyrri hluta árs. Já, ég mjög fyndið því að ég var að taka þetta saman með gervigrindinni en þú hefði verið að gera sama bara í gær og það sem að ég skoðaði sem sagt A-landslið, kallakvenna, U19 og svo 15 ára þessa æfingahópa og þá kom hjá köllunum að það voru 65% fyrir hluta árs en þú veist, eins og segi gervigrindi gerði þetta, ég er ekki með nákvæmlega tölur eins og þú varst kannski með þannig að 65% kalla en hjá konum var það 70%, 19 kalla það og hennar er bara 50-50, bara nákvæmlega jaft, sem sagt fremri hluta árs og ég miðaði við 1. júlí og svo hjá 15 ára þá voru 45% stráka fættir fyrirpart árs og 60% kvenna allana, sagði gervigrindin og ég tók bara hópana af fréttum á heimasíðinu hjá okkur, en þú veist, þetta er, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þessu umræði því að ég veit ekki, eða þú veist Sko ég held að umræðan, hún alveg rétt á sér að minna stanslust á þetta svo er bara, finnst mér líka umræðan að vera sikkur hvort þú tala félagslið eða landslið að því að landslið
snýst það að velja efnilegustu mennina hverju sinni og við þurfum að finna það hverju eru okkar bestu menn, hverju eru okkar efnilegustu menn segð fólk já, leikmenn, ég er þannig leikmenn fyrir ekki að þetta snýst svo mikið það og það að koma leikmennum að við klukkum okkar efnilegasta fólk alla leið upp þannig að það skýlir sér í gegn og inn í allandslið. Það það sem ég var að taka kannski með allandslið var það að ég tók 20 eitthvað leikmenn sem eru búin að skýla sér úr yngrelandsliðum upp í allandslið. Þetta 80% hópnum okkar í dag af svona stóra róstöðum okkar. Þegar talaðum bara fæðingadaga þá eru fleiri fættir seinniluta en þeir eru bara dreifðir mjög jafnt yfir árið. En það eru fleiri fættir seinniluta ásins ef fólk vil flokka það þannig. Og samaskapi með yngrelandslið, það alveg rót af því hver mætir í landslið eins og við talaðum á það eru kannski klukka átti 30 leikmenn sem spila þannig að það verður líka að þú tekur einhvern úrtakshóp og tekur eitthvað þar en ef þú tækir bara allt árið þá spurning hvernig það kemur út skilur mig, en ég tók eins og segi þetta 17 landslið með það eru 30 eitthvað leikmenn sem spila þú veist, það eru ansi margir úr púljunni 50 leikmenn sem æfa, 30 sem spila Guð má vita, af þeim eru núna komnir 1, 2, 3, 4 af þessum hóptil, 4 frekar 5 sem hafa stíð upp í allandslið þú sér þetta alveg þróunina þannig að umræðan alveg rétt á sér og þá er vakning með það að við erum ekki að gleyma talentum og við erum meðvituð það að fólk getur verið mismöndi þroskastig og ef þú finnur eitthvað með að þú ekki jafn þroskaður og getur ekki gert þú með hæfileika, bara trúa sjálfan sig og halda áfram þetta mun skila sér, hard work mun alltaf skila sér en svo það alltaf umræðan með landslið það okkar allra besta fólk hvernig sem það þá getur þú skilaði langað skilum mig, ef þú verður nógu góður þá myndu skilaði langað, það bara þannig því að þá þýðir bara þú betri hinnir það bara svo leis en þetta bara svona, að þú varst að tala þetta bara svona létt hvernig sem ég tók á allandsliðin þeir sem skila sér allarleið í gegn þannig að þeir sem voru fættir seint á árinu voru líka í yngri landsliðunum að koma sér í gegn og inn í allandslið þannig að ef ég nú skýr með það umræðan á rétt á sér og hún ekki heilög Nei, hún rétt á sér og við eigum að ræða hana og við eigum að skoða þetta en ég held að sé enginn að kannski velja akkurat í liðið eftir, þú velur bara í liðið eftir hvað þið finnst. Já, bara getu. Þannig að ég hef ekki ennþá kíkt á, ég hef ekki kíkt á þú veist hvernig menn eru fættir en ég gerði það núna bara til að skoða þetta. Já, og þú vissir ekki eins og ég var að pæla í þannig að þetta mér finnst. En ég er nefnilega að ræða við Willum eldri. Og ég var hann var hringdi með okkur þegar ég var að pönkast í þessu eitthvað og þá sagði hann mér að, ég megi segja þetta, að Willum, sonur hann sem náttúrulega í allandsliðinu, að hann var, hvað sagði hann, í B-liðinu í 3. flokki og var kannski ekki eitthvað ómikið að flýta sér og eitthvað, en hann sagði hann hafi sagt við sem sagt Willum yngri, bara, þetta allt í lagi, verður bara rólur, þú veist, eitthvað en svo var hann líka bara ef hann hefði kannski verið á einhverju öðru heimili þá hefði þetta kannski ekki enda svona því hann bara, ég þekki þetta nú verður þú bara rólur þú bara, þú veist, þetta kemur og svo, þú veist, náttúrulega stækka hann bara hratt og þetta kom allt og það alveg mantran, þú veist, þú ert valin í landslið, ég skil, þetta risa stórt og þú getur eitt ímynd á, ég tók dæmi í þessu fyrirlestri fyrsta landslið sem þú ferði í þá tek ég þú veist dæmi að þú kom inn, þú veist, allir bestu leikmennir búin að spila upp fyrir sig alltaf inn á stundum hampað, stundum ekki og ég að setja á bekkinn í fyrst skipta æfinni og það landslið og það bara allt umhverfið í sjokki ég skildi það mörgu leiti en það líka bara aðeins að opna aðeins augun og sjá bara þetta bara ákveð ferli að vera leikmaður það að spila 17 landsleik ekki áður sem það að þú atvinnmaður í fótbolta eða það að þú verðir landsleikmaður í fótbolta þetta bara hard work alla daga þú veist, og vera með svona samfellu í því að geta ekki bara taka tímabili 3 vikur vera ógeðslega duglegur og gleyma sér 3 á hverjum einasta degi að mæta og þú veist, ætla að vera betri ég veit að þetta getur verið klísja en þetta bara svona en eitt sem langar að spyrja það á hann þú veist, með hæfileikamótuna það eru svolítið þjálfara liðana sem eru svolítið svona að skáta kannski fyrir ykkur til að byrja með eru þið, þú veist, að hittast 2 ári eða eitthvað svoleiðis hæfileikamótin fer hringi fyrst hringur og svo annar hringur ég tek alltaf landið sko, ég þess að ekki að hringi skilur mig, að fyrst það stór hópur, svo minkar hópurinn aðeins þá svona verið að sikta aðeins út og svo endar þetta á því að það eru 60-80 krakka teknir og spila mót í lokin, þú veist, þá einhver púli að búin að fara í æfing og svo aftur æfing, þú veist, yfir árið svo endar þetta hæfileika móti
þar sem 80 leikmenn 60-80 leikmenn eru valdir og það er spilað sem sagt innbyrðis mót. Ok, því nú ég reyna að hugsa taktíkst sem þjálfari. Já. Þannig ég að þjálfa þessi yngri flokka og bara eitthvað herja og ég þarf að, þú veist, fá þér ekki bara eitthvað, þú veist, ef þú ert með svona marg iðkundir þá færðu kannski svona marg sæti eða eitthvað? Nei, er ekkert endilega þannig, sko. Er ekkert endilega þannig? Nei, þú mátt bara tilnefna, skilurðu, og allt svoleiðis, en En þið takið svo lok ákvörðun hverju koma inn eða? Já, svo er bara samtala á milli hvernig ákvörðun er tekin, sko. Út af því ég að hugsa, ætti ég, þegar þú spyrir mig fyrst, þá kannski tilnefni ég þessa, næst ætti ég að tilnefna einhverja aðra til þess að það séu fleiri frá mér komin á radarn hjá ykkur. En þetta er líka alltaf svona samspil milli, og það er hlutverk þjálfarans að ekki á væntu leikmennina sína. Já. Þetta er líka, þú veist, þegar ég farin að tilnefna, þú veist, ég að hugsa í, ok, hver eru svona sem ég tel, og það er líka, þetta er ekki bara það að þú sem fjórðalastjálfari átt að hugsa, þetta er líka alltaf svona félagi þarf að pæla í, þetta er svona fyrsta stíð af einhver afreks innan knattspyrnusambandsins. Að við erum svona reynt að hvetja til þess að bara félagið eigi samtal. Ok, það er hæfileikamótum, hver er ég að tilnefna, hvað segir yfirþjálfarinn, hvað segir þjálfarinn sem vinnur með alla daga. Samtalið sé aldrei þarna og er líka vera, þú átt að þykja vænt leikmennina, en líka vera raunsær. Að þarna ég að fara að senda mína efnilegustu menn. Þú veist, af hverju ég að senda á? Sumir vilja tilnefna 1, sumir vilja tilnefna 3, aðri 5, 7, 11, 12, ertu komið með heilt landslið og varamann, skilur hvað að fara, þú veist, þetta er að vera raunsær með það. Og svo bara fer þjálfarinn hringinn og það eru aðstofmenn með honum og allt svoleiðis og einhver meginn fundið, ok, við teljum að þetta sé næstu hópur hjá okkur og svo haldið áfram. Síðan tekur, og svo er hæfileikamótið spilað, svo heldur kemur 15 landslið, það er afleiðing af því, þú veist, það sem gerist næst. Áfram, sama við tala á fyrir unga leikmenn, þú veist ekki valin í eitthvað svona, því það að vera að hætta. Alls ekki, menn það þýðir bara það, herru, okay, ég tel mig að vera þarna, ég hef eitthvað hæfileika, þessi var valin, þú veist, þessi var valin, tel mig að svipa, ég ætla bara að halda bara að æfa vel og gera vel hjá mínu félagi alla daga. Þú veist, vera með sterkt hugafar, leggja mig fram, æfa eins og ég get, þá er ég að tala þú veist, bara, þú veist, ég sem íþróttamæður standa mig vel. Þá mun tækifæri mig, þú veist, þá mun ég bæta mig í mínu liði, líklega að þú veist, komin þannig á landsliði ef það er draumurinn sem þú ert með. Já. Ok. Og vera líka bara óhrættur sem leikmaður að, þú veist, ég veit alveg að það er samtal foreldra og þjálfar alltaf, þú veist, foreldra og leikmann, líka bara óhrættur að spyrja þjálfarna sin. Skilur, bara hvað þarf ég að gera? Það er bara, þú veist, hvað þarf ég að gera? Eða, þú veist, vilt þú að ég æfi mig ykkur meira eða eitthvað svo, þú veist, það er allt í góðu, sko. Ég elska að fá þessu spurningar. Já, bara þjálfarinn og leikmann geta átt bara fínt samband, sko. Ég veit að það eru 120 manns í einhvern flokkum að núti og allt það, en þú veist, það er alltaf ykkurir. Og bara vera, tótt og sitt ekki valin í eitthvað yngirlandslið, áfram. Það þarf líka verið alltaf á foreldrunum. Hey, ég tel barnið mitt vera á svipuðu stað okkur annan. Áfram, þú veist, vera þá tilbúin. Ég ætla bara að æfa eins og, þú veist, kynna með það, hvernig er fólk að æfa sem hefur ná árangri. Ég ætla bara að æfa eins og hann. Ég ætla bara tilbúin þegar kallið kemur. Já, eða kannski horfa erlendis. Eru leikmenn að fara of snemma út? Bara einstælisbundið, mjög einstælisbundið. Það er ekkert að segja það að það sé eitthvað svoleiðis að eitthvað fari of snemma eða hitt og þetta. Dæmin eru bara svo mörg. Við sjáum leikmenn sem hafa farið snemm út, komið aftur heim. Ég held að sé alveg klárt að þeir sem hafa komið aftur heim og þeir hafa alveg komið með góðan kultúrinn af því að þeir hafa bara lært svona, það er ákveðin einbeiting í mitt, hvernig þú æfir, hvernig þú sérðu þig og annað, svo fara aftur út. Við erum dæmi leikmenn sem hafa komið heim, aftur út, þannig að það er óbáslega erfitt alltaf að segja að þetta séu snemmt eða þetta séu seint eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara, leikurinn er bara svona, þú ert að standa þig vel, þú ferð út, þetta er bara einstælisbundið, sko, þannig að ég held að segja, það er óábyrgt að segja að það séu snemmt að fara út 16 eða eitthvað svoleiðis. Það er bara mjög persónubundið og það er líka fyrir óbúslega mikið eftir hvaða projekt þú ert að fara í, skilur hvað er að fara. Þannig að Ok, einhver loka orð, þótt að þú sem þú sagðir að hann var núna eiginlega loka orð en eitthvað pepp? Nei, peppið er bara alltaf, þú veist, þetta er fótbolti er, þú veist, það sem ég elska við, þú veist, íslenska fótbolti-umhverfið, það er svo mikið, það er svo mikil ástrið, það er svo mikil umfjöllun, þú veist, það eru allir ofan í þessu og við erum öðruvísi samfélag með það að gera að við þekkjumst þetta svo vel, þú veist, og þú þekkir landsþjálfarann og þú þekkir þennan og þú þekkir sérfræðinginn í sjónvarpinu og menn er að hittast á götunni og allt svo, þetta er bara svo lítið samfélag og það er svo mikil ástríða hjá okkur
og við megum ekki tapinni og við verðum alltaf að hafa sami hvaða íþrótt og liðið bara íslenska hugafarið og ástriðan bara það sem við eigum alltaf að sjá þegar íslensk landslið fyrir völlin, því að þetta bara það sem samin okkur þjóð, það þetta hugafar inn í end of the day þegar við erum á árangri í íþróttum bara þjóðin fer bara öll á vagnin og það verður bara svona stemming í þjóðfélaginu sko. Og samanskap bara fyrir leikmenn, þú veist, unga leikmenn sérstaklega, bara vera dugleg, þú veist, æfa sig, vera duglega passa að sofa, passa að borða, allt þetta hana, en líka bara hafa hugafæri sterkt, þótt þú lendir í ykkur og þú ert ósáttur við eitthvað, það bara hluta lífinu, það bara halda áfram, saman til foreldra, eða lendi í mótlæti, þú veist, það alltaf lægi að takast á við mótlæti, sko. Það bara sjá það falla í því að þurfa að takast á við mótlæti og eitthvað getur grætt í hverju mótlæti. Já, og ég held að spurjir nánast hvern einasta mann sem hefur farið á okkur stað sem mörgum dreymir að vera, að það gangi gegnum erfiða tíma hefur alltaf hjálpað þér. Það erfitt og ég sé þjálfari lendi í því að vera á stað þar sem bara svona þú veist, þetta ekki gott, nú ég á vondum stað en einhver meginn, þú veist, að koma sér út úr því, halda áfram og bara íslenskt hugafar, þú veist, þú ert Íslendingur og sýndu hugafarið, vertu stoltur hugafarið, vertu stoltur að því að vera þarna og gera þetta er hægt, það er allt hægt sem þú vilt gera, það er bara þannig og þetta segjum við liðin okkar, ekki nátt að neitt segja þér, ekki neitt einasta mann að við getum ekki farið út á morgun og klára frakkana ekki neitt, því að við getum það er bara samjölu, ef þú vilt gera eitthvað go for it. Þetta voru ansi peppandi lokaðar. Herri, Daði minn, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma. Takk fyrir, nú ætla ég að fara að hlaupbretti bakvið. Já, ég ætla að hjólið á meðan. En áfram Ísland og við þökkum samstarfsaðilum Lengjan, Powerade, Nutrileng, Auður og Hafið fiskvislun. Eigið þið góðan dag og gangi ykkur vel. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.